Ágæti ráðherra, Eygló Harðardóttir, ágætu málþingsgestir. Ég vil fyrir hönd þeirra aðila sem standa þessari málþingi bjóða ykkur hjartalega velkomin. Það eru 4 aðilar sem halda þessa ráðstefnu: Fötlunarfræðin í HÍ, Landssamtökin Þroskahjálp, Öryrkjabandalag Íslands og Vinnumálastofnun. Yfirskrift málþingsins er atvinna fyrir alla, allra hagur. Það er ljóst að atvinnulífið og atvinnu bæði í opinbera geiranum og á almennum vinnumarkaði þarf á vinnukröftum fólks með skerta starfsgetu að halda. Þannig sé ég málið. Félög fatlaðra hafa talsverðar áhyggjur af aðgengi fólks með skerta starfsgetu að vinnumarkaðinum. Eitt af aðalmarkmiðum Öryrkjabandalagsins sem Öryrkjabandalagið var stofnað var að skapa fleiri störf fyrir fatlað fólk úti í atvinnulífinu. Og þetta er eitt af aðalmarkmiðum Öryrkjabandalags Íslands í dag og einnig aðildarfélaga bandalagsins sem eru nú 37. Það eru margar hindranir sem eru í veginum, bæði sýnilegar og ósýnilegar, til þess að fólk með skerta starfsgetu geti tekið þátt á vinnumarkaði. Ég ætla að nefna hér nokkrar, og hér er ekki tæmandi listi, en ég held að fyrsta sem við þurfum að gera er að breyta viðhorfi og við þurfum að skapa meiri samvinnu og samtal út allt samfélagið. Við þurfum að fá ólíka aðila, samtök atvinnulífsins, opinbera geirann, samtök fatlaðra, sveitarfélögin og fleiri aðila, alveg svo við erum að gera hér á þessu málþingi, til þess að koma saman og ræða málin og ekki síst að ræða það lausnamiðið. Í dag er staðan þannig að það eru 16.000 öryrkjar í landinu og það eru kringum 4.000 öryrkjar sem eru með einhverjar atvinnutekjur. Og við sem eru í forsvari fyrir félagasamtök fatlaðra teljum að atvinnuþátttakan gæti verið miklu meiri. Og kannanir hafa sýnt að viljinn til að vinna hjá öryrkjum er til staðar. Við viljum taka þátt í samfélaginu, en þá þarf að skapa tækifæri. Þannig að eina hindrunum sem við þurfum að ryðja á vegi er að við þurfum að breyta viðhorfum og við þurfum að skapa meiri samvinnu að fatlað fólk geti tekið þátt í vinnumarkaði. Það þarf einfaldlega fleiri störf og þá er ég að tala alls konar störf. Ég er að tala hlutastörf, ég er að tala störf fyrir ómenntað fólk, ég er að tala störf fyrir menntað fatlað fólk. Þurfum einfaldlega fleiri störf. Önnur hindrun sem ég sé í mínum daglegu starfum hjá stofnuninni sem ég er að vinna hjá með stofnunum með stuttanafni, eins og ég kalla hana, Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, að önnur hindrun sem ég sé er hvernig við byggjum almannatryggingakerfið upp. Það er til dæmis bótaflokkur sem heitir sérstök framfærsluuppbót og sá bótaflokkur er þannig, og það eru mjög margir sem verða öryrkjar seint á starfsævinni sem fá mikið úr þeim bótaflokki. Bótaflokkurinn er þannig að hann getur hæst verið í kringum 40.000 krónur og þetta er bótaflokkur sem var settur á í miðri kreppu
Og það þannig ef að fólk sem með þennan bótaflokk fer að vinna, þá skerðast þau krónu á móti krónu. Þannig ef fólk vinnur sér inn 30.000 krónur, fyrstu 30.000 krónur, þá skerðist það 30.000 krónur. Hér engin hvati í kerfinu. Hér ein hindrun sem við þurfum að ræða og losa okkur við. Það verður að vera hvati í kerfinu. Þriðja sem ég vil nefna hér, ekki tíminn búinn. Nei. Já. Ég baði nefnilega að gefa merki, mér að gefa merki svo fljótt, sko. Ég finnst þér rétt að komast á flug, sko. En annað dæmi sem ég ætla að nefna ykkur á svona sýnilegri hindrun. Ef að einhver vill ráða kall eins og mig, blindan kall í vinnu, af almennu vinnumarkað, að þá þarf hinn sama að kaupa hugsanlega punktalötuskjá fyrir mig, sem kostar í svona nálgast 1 milljón. Þetta finnst mér þurfa að koma úr sameiginlegum sjóðum. Það eru úrræði til eins og atvinnustuðningi, vinnusamningar öryrkjar og þar sem atvinnurekandi getur fengið 75% af launum og launatengdum gjöldum. Og það vel að þessi úrræði til, en ég held að við þurfum að endurskoða þessi úrræði og við þurfum að fjölga þeim og við þurfum kannski að finna, þetta svolítið núna, kerfið eins og við byggjum upp í dag, one size fit all. Við þurfum ólíka lausnir, því að þegar við erum að tala fólk með skerta starfsgetu, þá verðum við átt okkur á því að við erum alls konar. Hugsanlega eins og í mínu tilfelli að vinnuveitandi þarf ekki að fá greitt með að greiða niður mín laun, en hins vegar þyrfti ég kannski öðruvísi stuðning, það að segja sjóntúlkun eða aðstoð við ákveðna tölvuvinnu í forritum sem mér ekki aðgengileg, en þá þyrfti vinnuveitandi minn að geta haft aðgengi á opinberum sjóðum til þess að geta sótt niðurgreiðslu varðandi aðstoð fyrir mig. Ég vil nú taka þess hérna fram, það samt á öllum þeim vinnustöðum sem ég hef unnið, þá hefur samstarfsfélagar og yfirmenn mínir verið alltaf viljugir að aðstoða mig til þess að leysa hlutina, en það svona meira með góðum vilja. Ég hef viljað sjá meiri og sterkari ramma í kringum hlutina. Það von okkar sem stöndum að þessu málþingi hér í dag að þið munum hafa gagn og gaman af, og við erum komin hér til þess að hlusta hvort annað og læra. Við munum heyra hér frá fræðimönnum, fólki úr atvinnulífinu, sérfræðingum og ekki síst reynslusögur fólks. Ég held að það sé alltaf mjög dýrmætt að heyra reynslusögur fólks og við erum að koma hér með nokkur vel góð dæmi hér í dag til þess að vekja ykkur til umhugsunar og vonandi verður þetta málþing til þess að við höldum áfram að tala saman og við komum með fleiri vinnumarkaðsaðgerðir og fleiri lausnir, þannig að fólk með skerta starfsgetu geti tekið þátt í samfélaginu hvar sem það og þetta hálfgerð virkni ráðstefna. Ég vil líka svona í lokin nefna það að sjálfsögðu verðum við átt okkur á því að það ekki allir sem geta tekið þátt á vinnumarkaði og við þurfum að hlúa líka að þeim hóp. Við þurfum að skapa vegna veikinda. Þannig að það, og núna þegar verkalýðshreyfingin að tala lágmarkslaun 300.000, það gildir líka með öryrkja og ellilífeyrisþega til þess að lifa í íslensku samfélagi. Nú bætur almannatryggingina undir 200.000 krónur. Í lokin var ég beðinn að minna ykkur á sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Íslensk stjórnvöld undirrituðu þennan sáttmála 30. maí 2007 og við erum ekki enn búin að lögfesta hann, en ég veit að það góður vilji hjá alþingismönnum að
að lögfesta sáttmálann, en Öryrkjabandalag Íslands að hvetja núna stjórnvöld til þess að gera það á haustþingi og á 1. maí og núna í maí hefur verið að dreifa buffum og það eru hérna buff og við viljum hvetja ykkur til þess að fylla út miðana sem við erum með hérna. Við munum líka láta spjöld ganga á eftir og þau getur líka farið inn á heimasíðu Öryrkjabandalagsins og við erum með undirskriftalista þar sem við erum að hvetja íslensk stjórnvöld að lögfesta sáttmálann sem allra fyrst, helst í haust. En að þessu sögðu vil ég biðja hana Steinunni Þóru að taka hér við stjórninu. Hún ætlar málþingsstjórinn okkar í dag og takk fyrir gott hljóð. Já, komið sæl. Eins og Halldór Sævar sagði þá heiti ég Steinunn Þóra Árnadóttir og verð málþingsstjóri hérna í dag og ég ætla að reyna að vera svolítið stíf á tímanum. Það gekk kannski ekki alveg nógu vel hérna með fyrsta talandan en það má þegar að maður varaformaður. En fyrsta vil ég bjóða velkomna Eygló Harðardóttir félags- og húsnæðismálaráðherra sem ætlar að flytja málþinginu ávarp. Gjörðu svo vel, Eygló. Takk fyrir Steinunn. Sælir, kæru gestir. Ég vil byrja á því að þakka ykkur fyrir þetta málþing, Öryrkjabandalag Íslands, Þroskahjálp, Rannsóknasetur í fötlunarfræðum og Vinnumálastofnun atvinnumál fatlaðs fólks. Og ég vil nú bara fá að segja það að mér finnst dagskráin hér einkar áhugaverð og ætla að reyna að fá að sitja með ykkur eins lengi og ég get. Fyrir ekki margt löngu flutti ég ávarp á málþingi sem einhverfusamtökin héldu atvinnumál einhverfra. Og þar gerði ég meðal annars að umfjöllunarefni hve vinnan skiptir fólk miklu máli í víðu samhengi. Og mig langar einnig til að ræða það hér aðeins. Að hafa vinnu ekki aðeins mikilvægt til að afla sér lífsviðurværis, heldur einnig vegna félagslegra, sálrænna og siðferðilegra ástæðna. Vinnan okkur flestum félagslega mikilvæg þar sem við eigum samneyti við annað fólk. Vinnan, og ekki hvað síst hér á Íslandi, tákn virka þátttöku í samfélaginu og hún veitir lífinu tilgang. Vinnan hefur þannig margvísleg áhrif á daglegt líf okkar og skiptir ekki aðeins máli vegna efnahagslegrar afkomu, heldur hefur umtalsverð áhrif á líðan okkar og sjálfsmynd. Að þessu sögðu má segja að það gefi augaleið hve alvarlegt það fyrir fólk að hafa ekki vinnu. Það ógnar ekki aðeins afkomunni og getunni til að hafa í sig og á, heldur getur það líka ógna sjálfsvitund okkar og félagslegri stöðu. Það þannig ekki að ástæðulausu að rétturinn til vinnu talinn til efnahagslegra og félagslegra mannréttinda. Í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks þessu mikilvæga rétti gert hátt undir höfði. Í 26. grein samningsins fjallað hæfingu og endurhæfingu þar sem segir meðal annars: Aðildarríkin skulu gera árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir, meðal annars með tilstyrk jafningja-aðstoðar til þess að gera fötluðu fólki kleift að öðlast sem mest sjálfstæði, fulla líkamlega, andlega og félagslega getu, ásamt starfsgetu og að vera þátttakendur í lífinu á öllum sviðum án aðgreiningar ásamt því að viðhalda þessum gæðum. Síðan í samningnum fjallað hvernig aðildarríkin skulu skipuleggja, efla og útvíkka þjónustu og áætlanagerð á sviði hæfingar og endurhæfingar í þessu skyni. Í samningnum líka fjallað vinnu og starf þar sem segir: Aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til jafns við aðra til vinnu. Í því felst rétturinn til að fá ráðrúm til að afla sér lífsviðurværis með vinnu að eigin vali eða vinnu sem þegin á frjálsan hátt á vinnumarkaði
og í vinnuumhverfi sem fötluðu fólki stendur opið er án aðgreiningar og er því aðgengilegt. Aðildarríkin skulu tryggja og stuðla því að rétturinn til vinnu verði að veruleika, meðal annars fyrir þá sem verða fatlaðir með því gegna starfi með því að gera viðeigandi ráðstafanir. Og síðan er rakið í hverju þær ráðstafanir geta falist. Það er svo sannarlega ástæða til að rifja reglulega upp þessa greinar samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Því þótt enn séu einhver skref óstigin, svo unnt sé að fullgilda samninginn hér á landi, þá er það vissulega markmiðið og eins hefur samningurinn verið okkur mikilvægt leiðarljós í málefnum fatlaðs fólks allt frá því að Ísland undirritaði hann árið 2007. Og ég vil líka fá að segja hér að mér þótti það vera mjög umhugsunarvert þegar ég var fyrir stuttu síðan á fund kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna í New York. Þar sem ég fékk með þessa spurningu það hvenær við hygðust lögfesta samninginn. Og ég sagði að við varum að vinna að því. Við varum að vinna því að geta staðið við samninginn. Og það kom svona, svolítið bros og viðkomandi og hann sagði þið ætlið sérst ekki bara undirrita hann og lögfesta hann og fara svo ekki eftir honum eins og margar aðrar þjóðir. Og ég sagði nei, við ætlum að fara eftir honum og það er það sem við erum að gera. Áherslan á samfélag án aðgreiningar er einn af hornsteinum samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og þessi áhersla hefur smám saman verið að skila sér inn í íslenskt samfélag. Við eigum vissulega langt í land og sjálfsagt verður aldrei hægt að segja að því markmiði hafi verið náð að fullu, en við þokumst og stöðugt í rétta átt og stefnan er í það minnsta skýr. Fyrir þá sem vinna að mannréttindum og bættri stöðu fatlaðs fólks er afar mikils virði að hafa góða þekkingu að byggja á og þar skipta rannsóknir miklu máli. Í fyrra var birt skýrslan Fordómar á félagslegu útskúfun sem rannsóknarsetur í fötlunarfræðum vann fyrir velferðarráðuneytið, en var að ræða samantekt á stöðu fatlaðs fólks eins og hún hefur birst í íslensku rannsóknum árabilinu 2003 til 2013. Því miður kemur það skýrt fram að í atvinnumálum býr fatlað fólk við félagslega útskúfun, það ríkja fordómar í garð fatlaðs fólks, fatlað fólk upplifir lítið umburlyndi gagnvart sér á vinnumarkaði og það er skortur á atvinnutækifærum fyrir fatlað fólk vegna fordóma. Þetta eru ekki góðar niðurstöður, en við verðum að taka þeim eins og þær eru og hagnýta þær til góðs. Við höfum það séð það svo oft og í svo mörgu hvað fordómar geta verið miklu faratálmar og hindrað mikilvæga framfarir. En við höfum líka séð að öflug fræðsla og vitundavakning getur gert kraftaverk og skila miklum árangri á skömmum tíma þegar vel tekst til. Ég tel hér á landi að í málefnum fatlaðs fólks hafa á liðnum árum gerst ýmis kraftaverk og við eigum að geta séð mun fleiri slík gerast. Ákvörðun að innleiða sáttmála Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðs fólks hefur sett sinn sterka svip á þróunina og áherslu á mannréttindi fatlaðs fólks. Barna sem fullorðna hefur fengið miklu ríkara vægi en áður. Réttur fólks til að lifa sjálfstæðu lífi á eigin forsendum er orðin þungamiðja í allri umfjöllun og það skilar miklu. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að atvinnumál fatlaðs fólks eigi ekki að aðgreina frá atvinnumálum ófatlaðra, heldur eigi að líta á atvinnu og hæfingatengda þjónustuþætti sem eina heild og skilgreina framkvæmd þeirra sem almenn vinnumarkaðsúrræði. Verkefnisstjórn sem falið var að annast endurmat á faglegum og fjárhagslegum árangri að yfirfærslu málefna fatlaðs fólks til sveitarfélaga, það eru löng nöfn á fleiri stöðum en þjónustuþekkingarmiðstöðinni, hafa komist að þessari sömu niðurstöðu og í því felst að það er hlutverk Vinnumálastofnunar að annast vinnumarkaðsúrræði, meta færni fólks og beina því á þær brautir sem best má ætla að henti þörfum hvers og eins. Með þessari útfærslu með því að hafa aðgengi að öllum atvinnutengdum aðgerðum á sama stað án aðgreiningar er mjög mikilsvert
Og þessar hugmyndir hafa hlotið hljómgrunn hjá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks sem leggja áherslu að það sé hluti af mannréttindum fatlaðs fólks að hafa sama aðgang að umsóknum atvinnuleit og vinnumarkaðsúrræðum og allir aðrir. Þessi leið stuðlar að jöfnu rétti allra landsmanna til að vera í virkri og skráðri atvinnuleit hjá sömu stofnun og Vinnumálastofnun verður þannig sá hlutlausi aðili sem miðlar einstaklingum í störf og úrræði í samvinnu við sveitarfélögin í landinu og við atvinnurekendur. Með þessu móti vinnum við í samræmi við yfirlýsta stefnu og markmiðum samfélag án aðgreiningar. Og ég treysti Vinnumálastofnun vel til að annast þessi mál á faglegan og vandaðan hátt í góðu samstarfi við sveitarfélögin. Góðu gestir, í kvöld Ísland að keppa í Eurovision og þá tel ég svo sannarlega vera við hæfi. Ég reikna fastlega við verðum öll sest fyrir framan Eurovision en þessu sjónvarpið til að fylgjast með henni Maríu að vitna þá í Pollapönkarana og þar sem þeir sungu svo eftirminnilega í Eurovision burt með fordóma og annan eins ósóma. Ég hvet alla til að taka undir þann söng leið og við ryðjum úr vegi hindrunum hugafarsins og vinnum að lausnum og framförum með jákvæðu og uppbyggilegu hugafari. Takk kærlega fyrir. Takk þér fyrir Eygló. Já, stefnan skýr. En líkt og Halldór Sævar sagði hér upphafi þá munum við hlýða hér á erindi af mjög fjölbreyttu tagi og næst þá mun Dr. Stefán C. Hardong hjá rannsóknarsetri í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands fjalla stöðu fatlaðs fólks á vinnumarkaði í Evrópu. Gjörðu svo vel, Stefán. Góðan daginn. Ég heiti Stefán og nýdoktor við rannsóknarsetri í fötlunarfræðum Háskóla Íslands. Og fyrst og fremst það býst ég afsökunar ef ég tala ekki fullkomlega íslensku. En ég vona að þið skiljið það sem ég ætla að segja frá. Og það sem ég vil gera í næstu 15-20 mínútum, það að segja ykkur frá stöðu fólks með fötlun á vinnumarkaði í Evrópu almennt og ég vil líka benda á stöðu þeirra á Íslandi. Og ég alveg samfærður það sé ekki hægt að tala stöðu fatlaðs fólks á vinnumarkaði án þess að vísa í samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og það hefur verið myndað á þetta áðan að í 27. grein samnings þá talað að aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til jafns við aðra til vinnu. Og þetta bara sjálfsagt, myndi ég segja. Og svo líka bent á ýmsum ráðstafanir sem að ríkin geta veitt eða geta sett upp til þess að ná markmiðið. Og það til dæmis að hafa bann við mismunum vegna fötlunar. Svo það mikilvægt að vernda rétt fatlaðs fólks til sanngjarna og hagstæðra vinnuskilyrða og ég ætla að tala meira þetta seinna. Svo mikilvægt að veita aðgang að tækni og starfsráðgjöf, atvinnumiðlun og endurmenntun. Það þarf að skapa tækifæri til starfa ásamt því að auka aðstoð við að finna starf, fá það og halda því og þetta
síðasta að halda starfi, það kannski það sem við mest, ég meina við langt í land við að halda fólk í starfinu. Ríkin verða að stuðla að fatlað fólk verði ráðið til starfa innan opinbera geirans og það verður talað meira það í dag. Ríkin verða að stuðla að því að fatlað fólk verði ráðið til starfa innan einkageirans með því að marka stefnu við hæfi og gera viðeigandi ráðstafanir sem kunna felast í áætlunum sértækar aðgerðir, hvatningu og öðrum aðgerðum og Evrópulönd hafa gert svona ráðstafanir og ég ætla að tala meira hvort það hefur nú haft áhrif. Aðildarríkin verða að tryggja að viðeigandi aðlaganir séu veittar fötluðu fólki á vinnustaðnum og þau verða að stuðla að því að fatlað fólk geti aflað sér starfsreynslu á almennum vinnumarkaði. Og ég held að samningurinn setur skýr markmið og gefur okkur jafnvel hugmyndir hvernig það ætti að ná markmiðunum. Svo spurningin hvað hefur verið gert og sérstaklega hvernig staðan fólks með fötlun á vinnumarkaði. Fyrst og fremst þurfum við að skilgreina hvað fatlað fólk eða fólk með fötlun. iOS, Android, Linux, Windows. Ok. Ég sagði ekki neitt. Já, þetta ný skilgreining allavega. Ok, þannig að fyrsta spurningin sem sagt hver þetta fatlað fólk? Og það hægt að skilgreina fatlað fólk út frá svona stjórnsýslu sjónarhorni og þá erum við kannski að tala öryrkja. Við getum skilgreind fatlað fólk sem fær þjónustu, til dæmis á Íslandi frá sveitarfélögum eða frá vinnumálastofnun. Og svo líka hægt að tala fólk með fötlun út frá sjálfsskilgreiningu. Og það þýðir í rauninni bara að við spyrjum fólk hvort það lítir á sjálfan sig sem fatlað. Og ég veit að það líka hægt að skilgreina fólk með fötlun út frá læknisfræðilega sjónarhorni, en ég held að það sé ekki aðalatriði, sérstaklega ekki innan ramman sem að samningurinn Sameinuðu þjóðanna setur. Svo annað, og ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta hefur verið gert í tölfræðinni, en svo annað sem við verum að skilgreina og það þessi stöðu á vinnumarkaði. Hvað þýðir það? Hvað staðan á vinnumarkaði? Erum við þá að tala atvinnuþátttaka, hlutfall starfandi fólks, hlutfall atvinnuleysis, starfshlutfall, atvinnugreinir, tekjur fólks, starfsgæði, starfstækifæri, alls konar atriði sem að lýsa stöðunni á vinnumarkaði. Og við skulum sjá hvort það til tölfræði þessi atriði. Ef við lítum á Evrópusambandið hefur verið ansið duglega að safna gögnum og sérstaklega það tveir gagnagrunnar sem ég vil benda á. Fyrst og fremst það sem heitir á ensku European Statistics on Income and Living Conditions, heitir á íslensku hagskýrslur Evrópusambandið sem tekjur og lífskjör. Og þarna nokkra spurningar sem að fara út í fötlun. Og fyrst spurningin, ertu með einhver langvarandi veikindi eða heilsufarslegt vandamál? Svarið þá já eða nei. Og þessi spurningin alltaf, hvað maður segja, hún kannski læknisfræðilega áherslu, en samt gefur hún okkur vísbendingum hvernig fólk líður og hvort það sé einhvers konar langvarandi veikindi að ræða. Svo önnur spurning sem í 6 mánuði samfleytt eða lengur hefur heilsufar þitt hamlað eða takmarkað þig á einhvert hátt í einhverju sem reikna má með að flest fólk geti gert. Og ég held að hérna erum við að sjá ekki bara
læknisfræðilegt atriði eins og veikindi en líka hvort það eru hindranir sem eru tengt veikindum. Svo næsta spurningin sem mikilvægt fyrir okkur. Myndir þú segja að þessar takmarkanir væru alvarlegar? Og þarna fáum við hugmyndum hversu stór áhrifin eru á daglegt líf. Og fötlun, ef við erum þá að tala um fötlun þá bæði langvarandi veikindi og heilsufarslegt vandamál og takmarkanir út af því að það er sérstaklega í sambandi við stöðu á vinnumarkaði. Það ekki endilega áhugavert að skoða hvað hlutfall fólks með fötlun, en sérstaklega hlutfall þess fólks sem með takmarkanir á vinnumarkaðum eða takmarkanir í daglegu lífinu. Svo annar gagnagrunnur sem heitir European Labour Force Survey, Evrópusamband innan vinnumarkaðskönnun og sérstaklega 2011 útgáfa sem með viðbót fötlun og þátttöku í vinnu. Og þá spurningin fötlun orðað aðeins öðruvísi, hvaða langvarandi veikindi eða heilsufarsvandamál eiga við þig, og svo fær fólk bara list af áskonum veikindum og bara, já, og þarna hægt að fá aðeins nákvæmir hugmynd hvaða veikindi fólk með. Svo næsta spurning hvort að fólk með takmarkanir í daglegu lífinu, og spurningin átt þú í erfiðleikum með eftirfarandi athafnir daglegs lífs, og þarna alls konar athafnir sem kannski sjálfsagðar fyrir venjulegt fólk innan Svía. Og svo næsta spurning takmarkanir í atvinnu. Það í rauninni 3 spurningar. Setja heilsufarsvandamál þér takmark á hversu marga klukkutíma þú getur unnið, takmark hvaða tegund vinnu þú getur unnið og líka takmark að komast til og frá vinnu. Ég ætla að sýna ykkur nokkra niðurstöður úr þessum gagnagrunnum. Fyrst bara til þess að fá svona vísbendingum hlutfall fólks með fötlun, þótt ég sagði nú áðan að það væri ekki aðalatriði, þá sjáum við, og það kannski áberandi, að Ísland með mjög hátt hlutfall, yfir eða kringum 50%, og það mikið miðað við hinum Evrópulönd, og það erfitt að segja til hvað ástæðan eða ástæður eru, en allavega þá sjáum við hérna að það sé aðalega fólk sem með langvarandi veikindi og langvarandi veikindi sem hefur áhrif á daglegt líf. Þetta fólk með hæsta hlutfall. Svo það fötlun og takmarkanir, og það kannski áhugaverður. Hérna sjáum við hlutfall fólks með fötlun sem telur sig vera takmarkað í atvinnu. Og við erum alltaf að ræða fólk milli 15 og 64 ára. Og hérna Ísland með hæsta hlutfallið, eða kringum 25%. Og við sjáum að hin Evrópulönd svona milli 6-7% og 20% yfirleitt. Það mjög erfitt að skýra eða koma með kenningar af hverju svona munir á milli Evrópulanda. Það mjög erfitt að segja til. Ég ætla að tala meira það seinna. Svo það atvinnu þáttaka. Áður þá sagði ég að við getum skoðað ýmis atriði stöðu fólks með fötlun á vinnumarkaði, og það sem hefur oft verið skoðað það atvinnu þáttöku. Þetta náttúrulega mjög mikilvægt, og hérna sjáum við í rauninni hlutfall starfandi og atvinnulausra af mannfjölda, og þetta sýnir okkur, hérna ég með graf, hérna, þetta sýnir okkur í rauninni, hvað sagt að
Já, fyrirgeðu, það eitthvað með, finn ekki graf, allavega þáttaka sýnir okkur í rauninni allt fólk sem er á vinnumarkaðnum, hvort það sé í atvinnu eða að leita að atvinnu. Ef við skoðum bara starfandi fólk eða fólk sem er í atvinnu, þá þetta oftast skilgreint sem fólk sem hefur unnið að minnsta kosti í klukkutíma á viku. Og ef við skoðum hlutfall starfandi fólks í Evrópulöndum eða OECD-löndum, þá lítur þetta svona út. Það yfirleitt fólk sem er með fötlun hérna með bláa línur. Það svona það bil milli 20 og 70% og Ísland kemur mjög vel út úr þessu. Það að segja að Ísland með mjög hátt hlutfall starfandi fólks með fötlun og þetta ég verð að minna á þetta fólk sem að skilgreinir sig sjálf sem fólk með fötlun og meira að segja hérna við að ræða fólk sem takmarkað í athöfnum daglegs lífs. Já, fyrirgeðu, Ísland hérna. Ef við notum öðruvísi skilgreiningu, það að segja fólk sem skilgreinir sig sjálf sem fatlað og með takmarkanir í atvinnu, þá sjáum við að Ísland bara með hæsta hlutfall starfandi fólks og yfirleitt þá hlutfallið aftur milli 20 og 70% og mikið munur milli landa. Þessi graf sýnir okkur þróun og hér gagnagrunnar frá bæði 95 og 2007 og þið getið séð þróun í löndunum með því að skoða svarta og bláa punktana. Og þá allstaðar í Evrópu þróunin neikvæð. Það að segja hlutfall fólks með fötlun sem starfandi fer lækkandi. Og það svolítið vandræðalegt en það engin gögn til fyrir Ísland fyrir 95. Þannig að við vitum ekki hvernig það var á þessu tímabili á Íslandi. Þetta frekar gömul gögn en samt þetta sýnir og náttúrulega borið saman 95 og 2007 og við vitum þá ekkert áhrif efnahagskreppunar, en samt þetta ekki jákvætt. Ef við skoðum hlutfall fólks með fötlun sem starfandi eftir skerðingu, það að segja fyrir fólk sem með þroskahömlun, annars vegar og það sem heitir muscular skeletal á ensku, þetta fólk með veikindi í bakinu, í hálsanum og svo framvegis. Og svo hitt fólkið með fötlun. Ef við berum þetta saman, þá ekki erfitt að sjá að þessi bláa punktar, dökkbláar, sýna okkur hlutfall starfandi fólks með þroskahömlun og þetta miklu lægra en hlutfall starfandi fólks með muskular skeletal og hinir. Þannig að þetta sýnir í rauninni að staða fólks með þroskahömlun á vinnumarkaði miklu erfiðar og já, þetta fólk hefur miklu meira erfiðleika að komast í vinnu. Ef við skoðum þá starfshlutfallið, þá oftast bara gert mun á milli fólk sem í fullu starfi og fólk sem í hlutastarfi og þá sjáum við að Holland með hæsta hlutfall fólks með fötlun í hlutastarfi og yfirleitt þá fólk með fötlun oftar að finna í hlutastarfi en almennt. Þetta segir okkur kannski Þetta getur þýtt ýmislegt. Það getur verið jákvætt út af því að fólk með fötlun
þarf stundum að vera í hlutastarfi til þess að geta unnið. Það er oft og mikið að vinna fullt starf. En á sama tíma þá getur verið að ræða hérna líka mismunum. Og kannski er erfiðar fyrir fólk með fötlun að fá fullt starf. Og við vitum það einlega ekki. Það er ekki mikið til á rannsóknum hérna. Þá er það atvinnuleysi. Hérna, það er mikilvægt að skoða atvinnuleysislutfallið og aftur sjáum við að hérna, fólk með fötlun er í miklum erfiðleikum borið saman við bara almennt. En Ísland er samt aftur í fyrsta sætinu. Það er að segja staðan er ekki svo slæm á Íslandi. En samt er hérna einhvers konar disability gap eins og það heitir á ensku. Það er að segja það er meira atvinnuleysi hjá fólk með fötlun en hjá hinum. Samandegt þá myndi ég segja að það eru töluverðir munir milli landa í Evrópu í hlutfalli fólks með fötlun og það er ekki hægt að skýra þeim munum út frá stefnum yfirvalda. Til dæmis eru mismunandi ráðstafanir hvað varðar endurhæfingu, launaníðurgreiðslur, viðeigandi aðlaganir og það er ekki þannig að það sé ein stefna í Evrópu, langt frá því, en samt er ekki hægt að skýra munum út frá þeim stefnum. Svo er þessi disability gap, þessi munur milli hlutfall starfandi fólks með fötlun og hlutfall starfandi fólks almennt sem munur er til ástæðar og líka á Íslandi þótt að hlutfall starfandi fólks með fötlun er mjög gott miðað við hin lönd. Hlutfall starfandi fólks með fötlun fer lækkandi ástæðar og hlutfall starfandi fólks með þroskahömlun er lægst, þannig þetta er áhyggjuefni. Og svo er fólk með fötlun oftar í hlutastarfi eins og ég sagði áðan. Ísland hefur hátt hlutfall fólks með fötlun og hátt hlutfall fólks með fötlun sem til þetta hafa stort eða takmarkandi áhrif en í samanburð þá er hlutfall starfandi fólks með fötlun bara hátt og Ísland gerir nokkuð vel í þessu samhengi. Samt svona disability gap að ræða eins og ég sagði áðan. Meðalhátt hlutfall fólks með fötlun er í hlutastarfi borið saman við hin Evrópulönd en lágt hlutfall fólks með fötlun er í atvinnuleysi á Íslandi en þetta getur líka skýrist bara út af því að það sé mikið af fólki með fötlun utan vinnumarkaðar. Það er spurning. Að lokum þá vil ég segja örstutt eitthvað aðferðafræði. Ég held að við verðum að endurskoða hvernig við mælum, hvernig við gerum okkar tölfræði fólk með fötlun og fyrst og fremst þá vil ég benda á langvarandi veikindi er ekki endilega fötlun og fötlun þýðir ekki endilega að sé takmarkanir í atvinnum. Fólk getur verið með takmarkanir í daglegu lífinu en hvað þýðir þetta fyrir atvinnu? Svo verðum við líka að hugsa viðeigandi aðlaganir og þær hafa náttúrulega áhrif á því hvort það sé takmarkanir til í atvinnu. Og svo er stórt vandamál að mínu mati að fólk sem býr á sambýlum er ekki tekið með í því fyrir Evrópusambands kannanir. Ég held að, og þá ætla ég að ljúka þessu, ég held að tölfræði sé mjög mikilvægt og ég vil benda á að í 31. grein samnings Sameinuðu þjóðanna eru aðildarríkin að skuldbinda sig til þess að safna viðeigandi upplýsingum og við getum bara búið til stefnu, við getum bara komið með ráðstafanir ef að við búum yfir tölfræði, ef við vitum nákvæmlega hvernig staðan fólks með fötlun lítur út og ég held að mínu mati þá vitum við ekki nóg eins og er í dag, bæði í Evrópu og á Íslandi. Þannig að ég vil hvetja alla til þess að safna upplýsingum og líka gera þær aðgengilegar og ég held að það sé kannski eitt af því sem við verðum að ræða á Íslandi hvort að upplýsingarnar séu bara aðgengilegar. Takk fyrir.
Takk kærlega fyrir, Stefán. Einstaklega áhugaverðan samanburð á milli landa sem ég held að sé okkur mjög mikilvægt að hafa einhverjar upplýsingar En næst þá ætlum við að fá að heyra 2 reynslusögur og fyrst það reynslusaga yfirmanns en Olga Gunnarsdóttir, næringar, rekstrarfræðingur og yfirmaður í eldhúsi Skógarbæjar ætlar að segja okkur frá sinni reynslu. Gjörðu svo vel. Þú passar tíman eða ekki? Stjórnandi, ráðherra og aðrir gestir. Aðeins að byrja því að segja frá mér en ég menntuð næringarrekstrarfræðingur og kom hér til landsins árið 1984. Var í eldhúsinu á Landspítalanum í 13 ár og síðan í Skógarbæ sem yfirmaður þar. Staðan áður fyrr, ég ætla að biðja ykkur að hengja ykkur ekki í þessu ártali sem þarna, en þar var ég með fullt af starfsfólki í vinnu og það var engin atvinna með stuðningi. Einstaklingar sem voru með skerta starfsgetu voru samt ráðnir til vinnu án stuðnings. Þegar maður hugsa það, hvernig þessum einstaklingum hefur liðið, það var farið fram á að þeir myndu sjá þau störf sem þau áttu að gera, þau hafðu ekki burði til að gera það. Það var örugglega ekki alltaf mjög auðvelt fyrir þessa einstaklinga. Og auðvitað ekki auðvelt heldur fyrir hina sem voru að vinna á staðinu. Það var svona smá núningur þarna milli. Líðan þeirra hefur örugglega ekki verið mjög góð. En í dag þá ég mjög ánægð yfir því að það sé komið atvinna með stuðningi. Fyrir 10 árum síðan þá var ég beðin að taka einstakling sem ég nefni hér demanti minn. Taka karlmann í vinnu sem var 40 ára gamall. Þetta var í gegnum atvinnu með stuðningi. Ég hugsa smá stund ræddi við starfsfólkið og við ákveðum að láta reyna á þetta úrræði. Ég sé ekki eftir þessu. Í dag þá hann búinn að vera hjá mér í 10 ár. Þessi einstaklingur, hann einstakur. Það var búið til störf sem hentaði honum. Þetta voru þetta störf sem þurfti að vinna í eldhúsinu, en við fundum út störf með AMS sem alveg frábær hópur sem kom inn. Við fundum út hvað var einstaklingur gat gert. Starfsmaðurinn sem kemur frá AMS þurfti fyrst að læra, hugsa ykkur það, fyrst að læra það sem einstaklingur átti síðan að gera. Þessi einstaklingur í dag, hann vinnur 50% vinnu. Mér langar aðeins að segja ykkur hvað hann að gera. Hann tekur á móti öllum vörum sem komin í eldhúsi. Þetta 8 tímanna hjúkrunarheimili pluss félagsmiðstöð sem Reykjavíkurborg með. Bara ykkur til gamans þá ætla ég að segja ykkur það að það koma sirka 265 kíló af mjólkurvörum á viku og hugsa ykkur þá sínust 52 vikur. Síðan ávextir og grænmeti, það 145 kíló á viku. Hvað myndum við gera ef við hefðum ekki þennan demant í eldhúsinu okkar? Hann gengur frá öllum þessu vörum, hann býr til kaffi, hann sér að hjálpa konunum í uppþvottunum, talar við eldra fólki sem kemur í matsalinn, færir þeim hádegismat og við erum svo heppnar að þessi einstakling, hann alveg sérlega skemmtilegur og orðheppinn maður. Þannig að okkur leiðist ekki þegar hann Mínir starfsmenn hafa alla tíð átt mjög gott með að hafa þennan einstakling í vinnu og það orðið þannig í dag að ég alveg stökustu vandræðum með að setja fólk í sumarfrí.
Það vilja allir fara í sumarfrí þegar hann í sumarfrí. En auðvitað eru við með starfsmenn sem ekki skilja þetta alveg og það bara eins og út í hinu stóra þjóðfélagi. Það ekki allir eins. Þannig ég veit ekki stundum hver hvað. En ég get nú ekki sagt að ég sé heppin, en ég móðir og hlið móðurina. Ég á nefnilega sjálf dreng með skerta starfsgetu og þekki það svo afskaplega vel. Skólagangan hjá þessu drengi var nú upp og ofan og hann með þessu fötlu sem ekki sést. Hann var bara óferjandi og óaðlaðandi og allt með það. Ég kunni nú ekki ala upp þennan einstakling. Það sem búið að berjast fyrir þessum dreng, og þá ég bara ekki beint að hugsa mig, ég að hugsa hann. Þetta ekki bara einstaklingunum sjálfur, þetta fjölskyldan sem líður. Að það ekki smáræði. Kerfið það bara ekki tilbúið fyrir svona einstaklinga finnst mér. Ekki alveg, betur má að duga skal. Við erum búin að reyna allt, við erum búin að fara í hringsjá, hann vildi það ekki og hitt og annað. En svo reyndi ég í mörg ár að fá hann til að fara í hússtjórnarskóla í Danmörku. Hann ætlaði nú ekki að fara, en eitt árið að það ákvað hann bara hann ætlaði að fara. Á þessum hússtjórnarskóla eru 90 einstaklingar. Venjulegur skóli. En inn í þessum skóla þá bekkur fyrir 25 manns sem erfitt með að fóta sig í samfélaginu. Og það eru 5 kennarar á hvern einasta nemand. Nei, það 1 kennari fyrir 5 nemendur. Þarna læra þau allt. Þau læra að elda, að þvo, að þrífa, leita sér hjálpar, að fara upp á bæjarskrifstofur, læknis. Eftir þessa 11 mánuði að þá kemur þessi ungi maður heim allt annar. Því lík munur. Og ég búin að reyna að koma skilaboðum hérna það að við eigum frábæran stað, Hallónsstaðar, skóla, sem hægt að setja upp svona úrræði. Núna hann í góðri vinnu og hverjum það að þakka? Það að þakka atvinnum með stuðningi. Að leita þangað mjög gott. Það jákvætt fólk sem hjálpar okkur, skilningurinn mikill og það má vera miklu meira að þessu. Og við þurfum að vera miklu opnari fyrir svona hlutum. Atvinnustuðningu gerir kleift að vera hlekkur í samfélaginu. Það hefur alltaf verið skammgóð verðmerapís í skóginn sinn og það vitum við. Við verðum að fara að hugsa út fyrir ramman, getum ekki verið svona föst, finnum störf við hæfi fyrir alla. Það getur ekki verið, ætti ekki að vera erfitt fyrir okkur sem þykjumst ekki eiga við þetta vandamál að stríða, að geta fundið þetta. Að vera öðruvísi mjög sárt og það skerðir lífsgæðin okkar. Atvinnu með stuðningi gefur færi á venjulegur nálgun að lífinu, hugsa ykkur, og þetta var ekki til einu sinni. Þessi betur fer þetta úrræði komið og ég svo glöð. Það ljúka þessu fyrirlestri á þessum orðum sem amma mín sagði alltaf: einn hefur það sem annar brestur, enginn getur því talist bestur. Takk Olga fyrir að deila þinni reynslu með okkur. En nú ætlar Sigríður Bjarni Jónsdóttir sem starfsmaður í þvottahúsi Skógarbæjar og hefur reynslu af því að vera á vinnumarkaði með skerta starfsgetu
að segja okkur reynslusögu sína. Gjörðu svo vel, Sigríður. Góðan daginn, kæru gestir. Ég heiti Sigríður Bjarni Jónsdóttir og ég starfa á hjúkrunarheimili fyrir aldraða Skógabæ. Ég fer fyrst í starf hjá Kjötmiðstöðinni vorið 1979 og þar vann ég í 6,5 ár. Kennari minn úr Höfðaskóla aðstoðaði mig við að fá vinnu þar. Mér var sagt upp störfum þar vegna samdráttar. Síðan leitaði ég til atvinnudeildar fatlaðra hjá Vinnumálastofnun árið 1985 og þar hitti ég Elísabetu Guttormsdóttur ráðgjafa sem aðstoða mig við að fá vinnu á Hótel Sögu og byrjaði ég að vinna þar 5. september 1985. Á Hótel Sögu vann ég við ræstingar í herbergjadeild og vann í 12 ár þar. Þá sagði ég upp störfin sjálf, var orðin þreytt og leið á að vinna allar helgar og langan vinnudag. Mér var boðið starf í Fönn og þar vann ég í 3 ár án þess að fá stuðning frá ráðgjafa. Mér var sagt upp störfin þar vegna samdráttar hjá fyrirtækinu. Heyrðu, frábært. Það er meira. Ég finnst spennt. Gjörðu svo vel. Ég var atvinnulaus frá árinu 2001 til 2004 og kunni illa við að vera atvinnulaus og fannst ég líka í leti og ómennsku. Árið 2004 heyri ég atvinnu með stuðning og sækjum þjónustu þar. Ég fékk ráðgjafa sem aðstoðaði mig við að finna vinnu í Skógabæ. Ég byrjaði að vinna við ræstingar á deild en ég fór síðan í þvottahúsið 2 eða 3 árum seinna og ég er enn í því starfi. Ég er að brjóta saman þvott og skúra starfsaðstöðu hjá okkur. Ráðgjafi minn hefur fylgt mér í starfi öll árin sem ég hef unnið í Skógabæ og hún kemur cirka 1 sinni í mánuði í heimsókn. Við spjöllum saman og förum yfir stöðuna. Já, mér líður afskaplega vel að vinna þarna, með áður. Svona öldrunarheimili, þetta er bara mjög dásamlegur staður. Ég hef nefnilega reynslu. Það áður fyrr fór ég í heimsókn á svona stofnun sem er vestur í bæ, Grund heitir það, við Hringbraut vestur í bæ. Ég átti frænda sem var vistmaður þar og ég fann gott andrúmsloft þar. Takk fyrir. Þakka þér kærlega fyrir, Sigríður. Það er gríðarlega mikilvægt að fá reynslusögur frá þeim sem hafa reynsluna af því að vera starfandi á vinnumarkaði með skerta starfsgetu. En nú er komið að kaffihléi. Mig langar að biðja ykkur að nota kaffihléi. Þið ykkar sem ekki hafi skrifað undir áskorun til stjórnvalda, að þá er á borðinu hjá mér
liggur frammi eyðublað þar sem að þeir sem vilja geta skráð sig. Þannig annars segi ég bara gott kaffi. Kæru málþingsgestir, nú ætlum við að halda áfram. Ég vona að allir hafi notið kaffisins og fengið eitthvað gott með því hérna frammi. En nú ætlar Gissur Pétursson, forstjóri Vinnumálastofnunar, að flytja okkur erindi sem að ber titilinn Vinnumarkaður fyrir alla. Gjörðu svo vel, Gissur. Já, heiðraða samkoma, takk fyrir að bjóða okkur og að vera með hér til þess að taka þátt í þessari umræðu, og ég vil þakka þeim sem hafa komið undirbúningi þessara ráðstefnu fyrir þeirra störf, og raunverulega þakka samtökunum sem að þessu standa fyrir þær samkomur sem þau hafa staðið fyrir núna á árinu, svona sem lið í því að vekja athygli á aðstæðum og lífsaðstæðum þeirra sem að fatlaðir eru. Þetta hefur verið mjög ánægjulegt samstarf og er svona varða í þá leið sem við erum lögð upp í, og það er allra best ef allir geta lagst á árarnar, þá skilar það sér í bættum árangri. Mér langar að geta þess að látum okkur sjá. Vinnumálastofnun var sett á laggirnar með lögum sem sett voru 1996 og varð að fyrirbæri 1. júlí 1997. Þá var sameinuð vinnumiðlun sem var á hendi sveitarfélagana á einn stað, og umsýsla atvinnuleysistrygginga sett breytt lögum og sköpuð það sem kallað er skylduvirkni milli þessara laga, þannig að árangurinn í atvinnuleitinni og viljinn til atvinnuleitar var tengdur bótunum. Frá þessum tíma hefur stofnunin verið að byggja sig upp sem þekkingarsetur og sérfræðisetur í starfsráðgjöf, vinnumarkaðsúrræðum og hæfnisuppbyggingu, mati á vinnuhæfni og svo framvegis, og það er ánægjulegt að heyra þau orð sem til okkar hafa fallið hérna í dag. Ég er á þeirri skoðun að þetta hefur verið mikið gæfuspor, og er raunverulega á því að afleiðingar hrunsins 2008, að við hefum aldrei getað ráðið við þá holskeflu atvinnuleysis sem í kjölfarið kom, nema vegna þess að við vorum búin að samræma vinnubrögðin og vinnubrögðin og samstarf okkar við símenntunar aðila, hæfnisuppbyggingar aðila landið. Atvinnuleysi fór hérna, það var heimsmet, það fór úr eiginlega 0,5% í ágúst 2008 í næstum 10% í mars 2009, og við þetta hefðum við aldrei getað ráðið nema því við vorum búin að stilla okkar vinnubrögð af með þessari stofnun sem Vinnumálastofnun er. Við þetta var sköpuð þessi sameiginlega eina gátt fyrir þá sem eru í atvinnuleit, stofnun sett á laggirnar sem fer með opinbera vinnumiðlun, en af einhverjum ástæðum þá fylgdi fatlað fólk ekki með í þeirri pakka, og það, eins og ég segi, þarna virðist vera einkennilega flókið að ná fram niðurstöðu í því máli. Ég minnist þess að þegar ég byrjaði, sem sagt fyrir 18 árum síðan, þá komu þeir á fund til mín Helgi Hjörvar sem var þá starfsmaður Öryrkjabandalagsins og
gamli góði Villi sem var þá borgarfulltrúi og formaður landssambands sveitafélaga minni mig, og þá vorum við að tala um það hvernig við myndum haga þessari aðkomu Vinnumálastofnunar að atvinnumálum fatlaðra, og það hefur eiginlega ekkert mikið gert síðan. Í millitíðinni hefur þó atvinnumálunum verið skipað á annan veg, svæðisskrifstofur málefna fatlaðra lagðar niður, málaflokkurinn færður yfir til sveitafélagana, það var gert 2011, og sagt við látum atvinnumálin fara en við ljúkum því fyrir lok ársins að finna endanlega niðurstöðu, sem sagt árið 2011, og núna erum við í maí 2015 og erum ennþá að hnoðast með málið, en ég nú samt alltaf bjartsýnn á því að það sé lausn í augsýn og að við séum að reyna að ljúka þessu núna í góðu samstarfi við sveitafélögin og þá aðila sem að þessu komum að hagsmunasamtök og fleiri. Svo að við skulum trúa því að það sé bjartari tíð framundan í þessum efnum. Nú það svo að við erum auðvitað að tala um það að við eigum að þá vera ein gátt fyrir þá sem eru í atvinnuleit og þá væri það auðvitað rétt hjá mér að tala bara atvinnuleitendur sem einn hóp og vera ekkert að endilega veltaði fyrir mér hvort að það væri fólk með skerta starfsgetu eða ekki, þeir eru misjafnir bara eins og við erum öll. Einfalda myndin af því hvernig að flæði, skulum við segja, gegnum okkar stofnun að atvinnuleitandi leitar til stofnunarinnar, hann er atvinnulaus eða vill skipta um starf og hann kemur í ráðgjöf, fær ráðgjöf frá okkur og við metum svona hans starfshæfni. Ef hann á rétt á atvinnuleysistryggingum þá getur hann átt rétt á að fá þær greiddar atvinnuleysisbætur meðan á atvinnuleitinni stendur. Þegar að þetta mat liggur fyrir þá útbúum við einhvers konar þjálfunaráætlun sem miðast við hans sérþarfir, leitum síðan til þeirra sem geta boðið þjónustu í þessum efnum það byggja upp þá hæfni sem við teljum skorta. Þegar að viðkomandi orðinn full þjálfaður þá kemur hann í vinnumiðlun og við finnum í sameiningu starf á almennu vinnumarkaði og málið leyst. Og þetta ferli erum við að berjast við að reyna að hafa sem styst og effektívast hverju sinni. En myndin því miður ekki alveg svona einföld þegar að kemur að þeim sem eru með skerta starfsgetu eða jafnvel hægt að segja bara við hvern og einn einstakling. Þess að það eru svo ótal margir aðrir þættir sem spila þarna inn í og mér sýnist að þrátt fyrir að það sé kannski vilja á því að reyna að einfalda þessa mynd þá verði hún ekkit mikið einfaldari á næstunni en við þurfum þá bara að reyna að kunna á hana. Það er svo margt sem spilar þarna inn í varðandi ráðgjöfina eða mat á hæfni viðkomandi, þá þurfum við auðvitað að fá upplýsingar, við þurfum að fá þær frá sveitafélögunum, við getum frá einstaklingunum sjálfum, hugsanlega einhverjum heilbrigðisstofnunum og fleira. Við búum ekki ennþá yfir svona samræmdum mælitækjum, þannig að það ekkert auðvelt að bera saman mat þessa aðila og hins. Varðandi fjárhagsaðstofuna þá getur hún verið á hendi atvinnuleysistryggingasjóðs eins og sem undir okkar umsýslu. Það geta verið einstaklingar á örorkulífeyri eða úr almannatryggingunum, geta verið frá lífeyrissjóðum, frá sveitafélögunum og hinum og þessum og það kallar líka á samstarfið þá það hvað við teljum rétt að gera. Við metum hæfni viðkomandi og leitum síðan út á einhvers konar markað það hvar best að sækja sér þjálfun og hæfnisuppbyggingu. Þar geta komið til tugir aðila, sumir eru reknir af hagsmunasamtökum, aðrir af góðgerðarsamtökum, sumir af stéttarfélögunum, sumir af sveitafélögunum. Hver tenging okkar við þá, hverjum á að borga, hver ber ábyrgð, hvernig fylgjum við eftir því að sú þjálfunaráætlun sem var gerð og verið að vinna eftir, það sem farið eftir henni, hún að skila árangri, þurfum við ekki að meta hana reglulega.
Stóra aðili er núna komin inn í myndina á þessum árum sem er virk starfsendurhæfingarsjóður. Viðkomandi getur þurft að fara þangað strax, koma svo aftur tilbaka og þetta eru sem ég segi fjöldamörg atriði sem þarf að taka mið af. Þegar að við erum komin með viðkomandi á vinnuhæft ástand, nú er auðvitað svo að margir koma kannski bara beint inn í fyrsta kassan og fara svo alveg í þann neðsta, geta farið bara beint í vinnu, þá þurfum við að meta hvar er best að leita vinnu, hver á að gera það, hvað þarf meira til, hversu mikið viðbótar stuðning, hver á að kosta hann, auðvitað kemur atvinna með stuðningi þarna inn í sem lykil gerandi. Við þurfum að hafa samband við þjálfunarstaðina jafnvel og fylgja þessu vel eftir. Og síðan er nú það sem ég set nú þarna svona svolítið rauða punktalínu er líka það sem við þurfum að gæta núna vel að og fara yfir með þeim hópi sem nú þegar er á þessum þjálfunarstöðum, ef við köllum það vernduðu vinnustaðina, hvernig getum við farið í gegnum það til þess að auka útskrift, auka flæði í gegnum þessa staði til þess að koma fólki út í vinnu, vegna þess að það er auðvitað enda punkturinn er að menn komist út á almenna vinnumarkað og vinni þar sem venjulegi starfsmenn fyrir bara með eðlilegum hætti. Það er svo að við getum útbúið svona flæði og kert það vel, gert það effektíft og skilvirkt og menn eru fullæfðir en þeir get ekki fengið að spila leik. Ég hef stundum sagt sem svo að það er gallin við þetta er við erum að þjálfa fólk og það stendur á línunni og kemst ekki inn á vegna þess að eftirspurnin það vantar hana, enda punktinn sem er að komast í vinnuna og það er kannski augljóst að það geta ekki að vinnutækifæri fyrir fólk með skerta starfsgetu geta ekki verið öll út á hinum opinbera vinnumarkaði. Við þurfum auðvitað að leita til fyrirtækjana til þess að fá þessi starfstækifæri og það höfum við verið að reyna að gera í samvinnu við meðal annars þá samstarfsaðila sem hér standa fyrir þessum fundi við að eiga samræðu við fyrirtækin, reynda að byrja við núna með þetta verkefni virkjum hæfileikana, það var sett á fót sem sagt í haust eða áreinda eins og því þekkið hafa búið að keyra þetta slókan áður í fyrravetur með auglýsingum þar sem hugmyndin var að svona mótivera samfélagi fyrir þeim hugmyndum að þeir sem væru með skerta starfsgetu gætu gert ýmislegt og margt og væru með marga styrkleika umfram þá sem að kannski teljast vera með fulla starfsgetu. Við fórum að birta þessar auglýsingar aftur núna með haustinu. Það eru þetta ég hef trú að það hefði haft sitt að segja en þær voru ekki til þess að fjölga störfum til miðlunar vegna þess að við gerðum þetta sem þannig að við opnuðum þá starfagátt, auglýstum til atvinnulífsins eða út í samfélagi, finniði störf, fariði hérna inn á vefsíðuna hjá okkur, skráið það inn og við fáum þetta til miðlunar þess að reyna að komast alla leið. Það var því úr að núna eftir áramótin fórum við í það að heimsækja opinberar stofnanir og sveitafélög og afhentu þeim hvatningagrip sem að þið sjáðu hérna á myndunum og reynslu okkar af þessu er góð, ég vil segja bara mjög góð, það er að segja, það eru þó núna komið 19 störf til miðlunar og það er búið að ráða í 12 þeirra eftir því sem ég fekk að vita í gær og hinn eru í vinnslu. En þetta er þolinmóðsverk og ég skynja aðeins smá óþolinmæði hér í hópnum að það skuli ekki hafa streymt störf inn á vefinn til miðlunar vegna þess að þetta er þannig að þetta kallar á ríka eftirfylgni og auðvitað mannafla, fólk til þess að fara.
við þurfum að eiga fyrsta fund sem við erum búin að eiga, við þurfum að koma aftur og í þriðja skipti og þannig hnoðum við þetta mál áfram. Það er eiginlega ekki hægt að gera það neitt öðruvísi. Ég segi það og það á við öll þetta aðgengi að atvinnulífinu að það er engin leið betri en svo að heimsækja fyrirtækin og tala við þau bara alveg eye to eye og svona almennar almennar áráðuskynningar herferðir eru góðar í og fyrir sæ en það skiptir öllu er að tala við fólk bara undir fjögur augu eða eiga beint samtal og þá kemst maður auðvitað því að það er ekki fordómar sem að ég tel að ráði för og ég vil aðeins reyna að tóna það niður. Ég held að það kom svo góð spurning sem hún Steinunn Ása spurði mig að ég vorum í viðtali hérna út af þættinu þeirra. Hvað heitir þetta með annar augum? Nei, með okkar augum. Og hún spurði mig að því hvort að atvinnurekendur væri feimnir við að ráða fólk með skerta starfsgetu. Og ég held að það sé nefnilega hún hafi hitt alveg naglan á höfuðið. Þeir eru feimnir, ekki fordómafullir. Og það er það sem þarf að tala, það og samræðin með þessum heimsóknum, hún felst í því að þurrka burt feimnina og auka skilning og fræðslu og opna gáttir þannig að það sé auðveldra fyrir viðkomandi vinnustað að ráða til sín fólk með skerta starfsgetu. Og ég held að ef það er ykkur í fordómsferðinni þá held ég þessu frekar hjá starfsfólkinu og samstarfsmönnunum heldur en tilvonandi samstarfsmönnum heldur en atvinnurekendunum sjálfum. Og þetta það er kannski sama, það er líka eiga samræði og þess vegna kallar þetta á svo þétt og gott samstarfi við vinnustaðina og við höfum heyrt það strax hérna í morgun að það er lykilatriði að það sé búið að svona mótivera vinnustaðin og fylgja honum eftir og vera stöðu til reiðu til þjónustu ef eitthvað ber upp á. Og það vildi ég bara segja að það er öll okkar viðleitni hjá Vinnumálastofnun að standa okkur vel í þessu, reyna að gera það sem við getum innan þeirra starfsramma sem við höfum. Hann er auðvitað takmarkaður eins og í öllum opinberum útgjöldum og við erum að reyna að nýta fjármunina eins og best er kosið. Við þurfum að auka ráðgjöf með þessum hætti, með beinu samtölum við fyrirtækinu og stofnanirnar og reynslu okkar eins og ég segja af þessu verkefninu í vetur þar sem við heimsóttum sveitafélögin og opinberu stofnanirnar kallaði þetta einmitt fram að það er þetta bara einlega samtal sem við þurfum að eiga. Nú síðan er auðvitað rétt að láta þess getið að það er, og þá á ég ekki bara við þann hóp sem skipar hennar hóp fólk sem er skerta starfsgetu, heldur bara atvinnuleitendur alla og almennt, að það er auðvitað bara atvinnuástandið sem ræður hérna eiginlega öllu. Hvernig er eftirspurnin eftir vinnuafli á atvinnumarkaðnum, atvinnuleysið, við heyrum hérna sögur af eins og henni hérna Sigríður, heitir það ekki, sem að sagði okkur frá vinnunni sinni í Skógabæ að henni er sagt upp vegna samdráttar og ég held að þetta sé rétt hjá henni, hún er sagt upp vegna samdráttar en ekki vegna þess endilega hún hafi verið með skerta starfsgetu og það er einmitt, og þarna er það tengingu við bara ástandið á vinnumarkaðnum. Mér datt nú í huga því ég heyri kallana vera að klappa hérna hinum með vegginn að sko þetta eru fyrirtækja menn, við ætlum bara að opna hérna á milli og bjóða þeim yfir og hlusta. En það er akkurat það sem við þurfum að gera, tala við á beint. Og ef þeir kom ekki að fundi til okkar þá vorum við að fara til þeirra, heimsækja á. Að lokum bara vildi ég segja það að þetta er auðvitað bara stöðug barátta og ég bið ykkur um að vera ekki of óþolinmóð. Það er mikil krafa til samfélagsins að það leggi þetta og þetta til, það sé sótt í sameiginlega sjóði og
og þeir eru takmarkaðir og það er erfitt að finna svona, hvað ég segja, hinn gullna meðalveg í þessu. Rétturinn til vinnu er mikill. Ég segi kannski að rétturinn til þess að lifa innihaldsríkur lífi, hann er ótvíræður. Það eiga allir að geta fengið hann uppfylltan og hvernig við gerum það er auðvitað úrvinnslu efni og ég held að þráttur ég hafi sagt hérna í upphafi að hafi lítið gerst í 18 eða 19 ár, þá er það auðvitað ekki rétt. Það er margt búið að gerast og við erum að potast áfram, fet fyrir fet og það er gaman að geta þess núna að núna á eftir vonandi verður lokið við gerð sérstakrar stefnu, vinnumarkastefnu stjórnvalda sem búin að vera í vinnu núna síðan í október, að mig minnir. Og það er nýtt, þannig er allavega stjórnvöld að móta sér einhverja stefnu sem við ættum að geta haft til hliðsjónar. Ég hef náttúrulega ekki umboð til þess að tala mikið um hana, ég get og látið þess getið að það er í því ákvæðir varða atvinnumál fatlaðra, meðal annars það að það séu eldarannsóknir og rétt eins og kom hérna fram í erindinu hans hérna úr háskólanum er að það er alveg rétt, tölfræði og rannsóknir eru undirstað þess að við vitum hvert við erum að fara og hvort að þangað sem við erum að fara sé að skila árangri og hvort við séum á réttri leið og þetta á við vinnumarkaðinn allan. Það er líka getið þarna ákvæði, markmiðsett ákvæði að við eflum einmitt þetta starf við það að örva atvinnutækifæri út í atvinnulífinu fyrir fólk með skerta starfsgetu, það verði þá okkar verkefni og í því viljum við reyna að standa okkur. Þannig að ég bara bið alla að trúa því og treysta og illa erum við stödd ef við trúum því ekki að við séum að búa til betra samfélag dag frá degi og þar er það auðvitað hver og einn sem að skipar lykil hlutverk í að leggja sig fram. Takk fyrir. Takk fyrir Gissur að þurrka burt feimnina hjá atvinnurekendum. Þetta er verðugt verkefni sem að ég held að við ættum öll að taka með okkur sem veganesti út af þessum fundi og leggja okkar af mörkum við að vinna í. Næsta erindi ber titilinn Samvinna er lykilorðið, framlag sveitarfélaga til atvinnumála fatlaðs fólks og það er Tryggvi Þórhallsson, lögfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem ætlar að segja okkur frá þessu. Gjörðu svo vel, Tryggvi. Þetta er allt að koma. Já, komið sæl, það er gaman að fá að vera hérna með ykkur í dag og já, ágæti málþingsstjóri. Ég hef sem sagt yfirskrift þessa erindis míns hér í tvennu lagi, annars vegar er þetta svona kannski megin skilaboðin, samvinna er lykilorðið, en síðan ætla ég einnig í mínu erindi að fjalla örlítið, það verður sem ég stutt, það hvað sveitarfélögin geta lagt fram til atvinnumála fatlaðs fólks. Nú, það er kannski fyrst þessi yfirskrift af hverju er samvinna lykilorðið og það þarf náttúrulega ekki að tala það í þennan hóp að hornsteinninn í öllu kerfinu, ef við getum orðað að þannig, er náttúrulega að það sé til staðar góð samvinna á milli notenda og hvers notenda fyrir sig og þeirra sem að veita honum þjónustu. Þetta er hornsteinninn. En síðan þarf náttúrulega líka að vera til staðar góð samvinna á milli ólíkra þjónustuaðila. Og að þessu ætla ég nú aðalega að víkja og leggja þá svolítið út af því sem að áður hefur verið nefnt hérna að í
samkomulaginu sem að gert var haustið 2010 yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga. Þá var þetta ákvæði að á samningstímanum þá yrði unnið að því að koma á framtíðar verkaskiptingu milli sveitarfélaga og vinnumálastofnunar á sviði atvinnumála fatlaðs fólks. Þetta hefur verið verkefni núna eins og Gissur sagði alveg frá árinu 2011 og það svo sem alveg rétt að þetta hefur gengið hægt. Ég vil halda því fram að þetta sé raunverulega svona brúarsmíði. Við erum að búa til brú á milli þjónustu kerfana og ef við spyrjum sérfræðingana hans Gissurar hjá Vinnumálastofnun þá segir jú, leiðin er bein, brúin má bara vera bein sem við ætlum að leggja. Ef við spyrjum sérfræðingana hjá sveitarfélögunum þá segja þeir vantilega líka jú, leiðin er bein, við veitum alveg hvernig þetta á að vera. En þá gerist nákvæmlega þetta. Og Halldór, Gissur skýrir þetta út fyrir Halldór og ég vona aðrir inni sem að þurfa slíkan stuðning fái hann, en þið sjáu þarna, þetta er akkurat það sem að gerist ef að menn tala ekki saman. Jú, við getum haldið fram að menn sitt hvorum megin og hvorum brúarsporði fyrir sig að þeir segja að leiðin sé bein, en er hún greið? Og fyrir hvern er brúin? Það er nú kannski lykil spurningin. Við höfum verið að vinna í vetur með ákveðna miðlunartillögu sem að var kynnt haustið 2014 og því þekkið væntanlega öll því að það er búið að ræða þetta ítarlega hér á vettvangi hagsmunasamtakana og víðar. En við höfum svolítið áhyggjur af því að það sé verið að taka ákveðna uppbeygju núna á vorið 2015 og þess vegna ætla ég bara aðeins að fá að leggja inn hjá okkur hver voru lykilatriðin í þessari miðlunartillögu. Í fyrsta lagi þá var talað það að það ætti að gera samstarfssamninga á milli Vinnumálastofnunar og sveitarfélaga og koma raunverulega á þessu sem að nefnt var sameiginleg forsjá. Og með þessu væri svona svolítið höggvið á þennan hnút sem er búin að vera við lýði. Af hálfu sveitarfélagana þá hefur alltaf verið lögð áherslu á það að það væri sett inn lagastoð fyrir þessu samstarfi. Þetta samstarf á milli sveitarfélagana og Vinnumálastofnunar byggðist á lögum. Það hafa allir verið sammála og orðið sammála það að ein og sama gáttin fyrir alla ætti að vera meginreglan. En síðan þarf einnig að huga því hvaða áhrif einhverjar skipulagsbreytingar munu mögulega hafa bæði fyrir notendur og starfsfólk og þar hefur sjónarmiðið verið það að það ætti að vera lágmarksröskun sem að einhver svona miðlunartillaga hefði í för með sér. Og síðan er þetta sem er náttúrulega aðalatriði og það er að innleiða teymishugsun, að það sé fagfólk bæði frá Vinnumálastofnun og sveitarfélögunum sem fylgi eftir umsóknum þessi svokölluðu vinnumarkaðsúrræði á öllum stigum. Því að við getum alveg treyst því að það eru alls staðar hindranir og í þessari vinnu sem að staðið hefur yfir í vetur þar hafa verið hindranir og þá er náttúrulega mjög hollt fyrir okkur að hafa í huga að hindranir eru alltaf félagslegt fyrirbæri og það sem við erum þar að glíma við er oft einhvers konar vanahugsun. Það er hefðbundin framkvæmd sem við erum vön og við viljum ógjarnan breyta út af. Þessu fylgir oft forræðishyggja og stofnanahugsun og svo er þessi eðlilega tilhneiging fólks að vilja alltaf sækja í öryggið í hinu þekkta. En þetta er svo sem leiðir bara til þess og þarna er ég með mynd og ég vona að Halldór og fleiri fái svona aðeins lýsingu á þessari mynd. Þetta er sem mjög stórt skip sem er að sigla í gegnum mjög lítinn skipaskurð. Skipaskurðurinn er greinilega gamall og hann er virkilega gerður fyrir umferð sem að var einhver tíman á árum áður og skipaskurðurinn er ekki gerður fyrir þá umferð sem að er í dag. Og þetta er nú kannski akkurat merkurinn málsins að við erum núna í því ástandi að umferðarleiðirnar sem við ætlum að nota að þær eru miðaðar við einhvern eldri tíma og þær annar raunverulega ekki nútímanum þar sem að akkurat leiðin á að vera fyrir notendurna en notendurna eigi ekki að þurfa að laga sig að leiðinni. Og þetta sem hefur oft í för með sér
þessi árekstur á milli þess sem var og þess sem ætti að vera, það kemur upp þessi óbeina mismunun sem getur oft verið mjög lúmsk og erfitt að átta sig á. Og svo þetta alltaf þessi klassíska ávísun á grá svæði og við getum alveg bókað það að ef einhvers staðar eru grá svæði í þjónustukerfinu að þá það ávísun á mismunum. En núna erum við svo heppin að við erum komin með ákveðin tæki og tól í hendurnar sem við getum notað til þess að vinna bug á þessu og þar segi ég alveg skýrt að leiðarljósin eru í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og að við þurfum raunverulega ekki að leita langt yfir skammt til þess að finna hvernig við vinnum á þessum hindrunum og þessum aðstöðu mun. Ég ætla aðeins að fá að nefna hérna hvernig fjallað þau mál sem við erum að tala um hérna í dag í stefnumörkun sambandsins fyrir nú yfirstandandi kjörtímabili sveitarstjórnarnir sem 2014 til 2018. Það sem segir mjög skýrt að sveitarfélögin verði samfélög án aðgreiningar. Það eigi að stefna því að eyða allir í mismunun og að jafnræði sjónarmið verði fléttuð inn í alla stefnumörkun sveitarfélagana og síðan segir hérna mjög ákveðið í setningu sem ég tek hérna upp í gæsalappir að verkaskipting í opinberri stjórnsýslu miðist við að sveitarfélögin annist nærþjónustu en það getur þau nýtt sér þá þekkingu sem þau hafa á nærsamfélaginu með tilhægandi möguleikum og segjanlegum lausnum við framkvæmd þjónustunar. En áskoranirnar eru margar og við svo sem höfum og þekkjum þetta alveg, við höfum þessa tilhneigingu til hólfa skiptingar í kerfamálum hjá okkur og síðan þurfum við, og það alltaf verið að draga þessi landamæri og það verið að spyrja, hvorum megi við landamærin dettur þú, væni minn, ertu fatlaður eða ertu öryrki og allar þessar skilgreiningar. Og síðan verða til þessi einskismannslönd líka, þar sem að raunverulega, og það eiginlega þessi gráusvæði, þar sem að raunverulega enginn getur átt að segja á því hverjum hann tilheyrir. Nú svo felst líka ákveðin áskorun í því að endurskoða þessi orð sem við notum. Við erum að nota þessi orð eins og iðja, hæfing, vinnumarkaðsúrræði og hvað sé atvinna og hvað sé ekki atvinna. Og þessi orð notum við náttúrulega bara í okkar umræðu en þau beinast líka að notandanum og ég held því miður að notandina hann upplifi stundum eins og þetta séu þau viðbrögð sem hann að fá þegar við erum að nota þessi blessuðu hugtök. Þannig ég segi hérna við skulum hætta að hugsa um kerfi, við skulum hugsa um að virkja fólk. Við þurfum þá að vísa að yfirvinna þetta tregðulögmál og við þurfum að gera þá kröfu að fólk hugsi út fyrir boxið og ég verð nú bara að segja það að þetta með boxið kom nú aðeins upp í hugan hann mér áðan því ég hlustaði á Gissur og sá hérna boxin sem hann var með upp á tjaldi. En boxin þau nefnilega eru dálítið lúmsk og ég hef til dæmis tekið eftir því að það oft virðist vera svolítið ótti hjá fólki sem í þjónustunni við það að hugsa út fyrir boxið vegna þess að þá geti séð eins og fólki sé svona aðeins að gefa einhvern höggstað á sér. En ég þess fullviss að það að hugsa út fyrir boxin að það af hinu góða. Það útheimtir að vísu tíma og orku og okkur kennt að tími og orka það sé sama sem kostnaður. En ég vil líka halda því fram að lærdómur og tími gefi þekkingu og reynslu og að orka og samvinna gefi skilvirkni og góða þjónustu. Og þannig skiptið alveg höfuðmáli í hvað við setjum okkar tíma og okkar orku. Ég ætla bara að ljúka þessari yfirferð svona spurningunum það af hverju samvinna lykilatriðið. Ég ætla bara að segja það að án samvinnu að þá mun það verða ástandi hjá okkur að þekkingin byggist ekki upp. Við munum búa við fábreytni í stað fjölbreytni. Við erum ekki viss þá að reynslan sé að nýtast á réttum stöðum. Við
erum þá með möguleika á tvíverknaði í kerfinu, við viðhöllum þessum gráu svæðum, við erum þá að viðhalda óbeinni mismunun og við erum eiginlega bara svolítið að segja það að kerfið eigi áfram að hafa forgang. Og þarna vil ég varpa upp mynd af þeim félögum, Bangsímon og Grislingnum, sem eins og þið munið þeir gengu hring eftir hring í kringum runnan í snjónum, furðuðu sig alltaf á því að sporunum fyrir framan þá fjölgaði alltaf stöðugt. Og ég svolítið á því að við séum því miður ennþá í þessum leik, en ég hins vegar eftirlæti ykkur að ákveða hvort er ríkið og hvort eru sveitarfélagið. Það megið þið alveg gera sjálf. Nú, hinn hlutin sem ég ætlaði að nefna hérna, það er þetta, hvað geta sveitarfélagin lagt fram? Við vitum það að sveitarfélagin geta lagt fram mikla þekkingu og mikla reynslu í því hvernig eigi að þjóna fólki með fötlun og þá sem að eru með skerta starfsgetu. Og sveitarfélagin geta líka lagt fram að það sé samfella í þeirri þjónustu sem að notendur fá. Sveitarfélagin, eins og reyndar Gissur kom hérna inn á áðan, sveitarfélagin geta boðið upp á dálítið góðar tengingar við atvinnulífið í gegnum nærsamfélagið. Og þar fyrir utan eru sveitarfélagin sá aðili samfélagsins sem að er með flesta á launaskrá, getur boðið mikla fjölbreytni í störfum og það er mikil hefð fyrir því að reka starfsemi sem að byggist á hlutastörfum. Atvinnuátaksverkefnin hafa verið starfrækt og gefið góða raun og síðan hafa sveitarfélögin lýst yfir eindregnum stuðningi við það að starfsgetumatið verði innleitt og það verði akkúrat innleitt þannig að starfsgetan miðist við það að fólk sem að er ekki með, við erum kannski bara með 30, 40, 50% starfsgetu, að það fólk geti fengið tilboð starf sem að samsvarar því. Ég talaði áðan stefnumörkun og þó að sambandið hafi mótað sína stefnu þá þurfa náttúrulega sveitarfélögin hvert fyrir sig að móta sína stefnu og þar höfum við talað að það væri gagnlegt að vera með einhvers konar gátlista við þá stefnumörkun og ef við förum svona aðeins yfir nokkur atriði sem þar geta komið til greina þá í fyrsta lagi að menn spyrja alltaf þegar stefnan er mótuð, hvar getur óbein mismunun komið fram? Við vitum alveg að þessi óbeina mismunun er mjög lúmsk iðulega þannig að það er gott að rýna það og spyrja, er eitthvað í stefnumörkuninni sem að getur mögulega verið skjól fyrir óbeina mismunun? Hvernig má styðja við fjölbreytileika? Það á náttúrulega að vera hornsteinn í stefnumörkun stjórnvalda sem eiga náttúrulega að mæta fólki þar sem að það er statt. Nú hvernig er samráðið háttað? Þetta er náttúrulega bara algjört lykilatriði að samráðinu sé háttað vel við hagsmunaaðila og aðra. Nú síðan þarf að spyrja þegar samstarf er að ræða hvernig útfærsla hendar, þarf að formbinda samstarf við aðila eða má það vera óformlegt og síðan þetta svona $1 million question ef ég má sletta, hvernig á að fjármagna stefnuna. Stefnumarkaðirnar eru nokkrar sem sveitarfélögin fara með, ég ætla að nefna hérna 2 svona bara sem dæmi, annars vegar í starfsmannastefnu sveitarfélaga. Það náttúrulega myndi vera afskaplega mikilvægt og ætti að leggja áherslu á það að sveigjanleiki sé þar innbyggður með áherslu á hlutastörf og ekki bara hlutastörf svona í þessari svona viðteknu íslensku merkingu heldur að við tökum líka inn þetta sem að Norðurlandaþjóðirnar kalla flexjobb sem að felst þá í því að starfið sé hreinlega eins og komið við fram hérna áður að starfið sé skilgreint bara miðað við þarfir þess einstaklings sem í hlut á. Að starfsmannastefnan virði jafnræði í reynd og að fólk sé ekki látið gjalda þess að það á við einhverja erfiðleika að stríða. Það þarf að efla þekkingu á styrkleikum allra þeirra sem að koma að máli í gegnum starfsmannastefnuna. Það þarf að efla þekkingu á styrkleikum starfsmanna en líka, og þetta er náttúrulega mjög mikilvægt, að efla þekkingu á styrkleikum þeirra sem eru umsækjendur störf. Nú síðan er náttúrulega afskaplega mikilvægt fyrir sveitarfélögin að taka þátt í þeim atvinnuverkefnum sem að sett eru á laggirnar. Sí og endurmenntun kemur hérna síðast en alls ekki síst því að þetta er síðan eitthvað verkefni sem ætti náttúrulega að vera ævarandi viðfangsefni
í allri stjórnsýslu. Nú hinn stefnuverkefni sem ég ætla að nefna, og nú fer þetta nú alveg að verða búið hjá mér, og það er innkaupastefna. Þetta er svo stefna sem sveitarfélögin móta það þegar þau eru að kaupa inn vörur eða þjónustu. Þá er náttúrulega mjög mikilvægt að skilgreina kröfur við útboð, og ef að þjónusta eða framkvæmd kallar á ráðningu starfsfólks hjá þeim sem að fær verkið, að þá er það fullkomlega lögmætt og raun og verða hvatt til þess af hálfu allra þeirra sem að koma að innkaupamálum opinberra aðila, að þá sé skilgreint ákveðið hlutfall starfa af þeim sem til verða á grundvelli samningsins, og að það sé plús við mat á tilboði aðilans. Ef hann getur sagt að ég ætla af þessum störfum sem að verða búin til, að þá munum við skilgreina og búa til svo og svo mörg störf fyrir þá sem að búa við skerta starfsgetu. Og innkaupastefnan ætti þá líka að hafa að geyma hvatningu til þessara sem aðilar sem bjóða í verk eða þjónustu, að þeir síðan leiti eftir því þegar þeir eru að undirbúa sín tilboð, að leiti eftir samstarfi við aðila og borði við nefni hérna spesialístirina, því að tölumennir eru hérna við hliðina á okkur, en var ekki hægt ekki alveg ekta gott ráð þegar að sveitarfélögin er að bjóða út tölvuþjónustu að láta þetta fylgja hvatningu til þess að heyra í þessum góðu samtökum og athuga hvað hægt er hvort þar innanborðs er ekki hæfileikar sem hægt vera að virkja í gegnum það að framkvæma svona verk. Og þó ég nefni spesialistinu, þá er ég alls ekki að útiloka, það eru náttúrulega fjölmörg önnur samtök sem hérna koma til greina. Nú myndin þarna, ég ákvað að setja hana með, þetta er þessi nýja skýrsla innri endurskoðun Reykjavíkurborgar framkvæmdina á þessum ferðaþjónustumálum, en þar einmitt kemur fram að þetta fór náttúrulega bara hreinlega úrskeiðis. Þessi atriði sem ég er hérna nefna og er að tala sem svona þetta æskilega módel, að þetta fór bara því miður úrskeiðis í þessu ferli í kringu ferðaþjónustu fatlaðs fólks hérna á höfuðborgarsvæðinu, en það sem er náttúrulega það sem er allra best er það að í þessari skýrslu innri endurskoðunar þá eru mjög ákveðnar tillögur til úrbóta, það eru lærdómar dregnir, og þá náttúrulega skiptir öllu að menn tilengir sér þá. Nú bara að lokum til framtíðar ef ég dreif þetta saman, það þarf að ljúka yfirfærslun og það er verkefni sem að stendur yfir núna, og við vonumst að sjálfsögðu til þess að okkur takist að klára þetta núna fyrir sumarið. Við þurfum sem lið í því verkefni að koma samvinnu Vinnumálastofnunar og sveitarfélaga í fastar skorður, og ég tek alveg undir bjartsýni Gissurar í því efni, en ég finnst nú að Gissur meira samt vera aðeins hérna svona betri við okkur þegar við erum að semja. Við erum vonandi að sjá ný atvinnuverkefni í samstarfi ríkis og sveitarfélaga, og það væri náttúrulega mjög gleðilegt ef við getum séð eitthvað slíkt núna í tengslum við úrlausnir á vinnumarkaði. Og síðan, og þetta kannski snýrað okkur hjá sambandinu, þar þurfum við að styðja sveitarfélögin í þessari stefnumörkun sem að ég reifaði hérna áðan, og við þurfum greinilega líka að styðja það að það sé eftirfylgni við þá stefnu sem að mörkuð hefur verið. En ég segi takk fyrir. Takk fyrir Tryggvi, þetta erindi þar sem tæpt var á ýmsu. Ég vona að ég sé ekki of léttúðug þegar að ég segi að verkefni stjórnvalda, Vinnumálastofnunar og sveitarfélaga sé að hanna brú þar sem hönnunin nær út fyrir kassan. Þannig að þið fáið það verkefni að gera það. En næst er komið að reynslusögu og við byrjum aftur á reynslusögu atvinnurekenda, en Sigrún Björk Jakobsdóttir, hótelstjóri Icelandair Hótel á Akureyri, ætlar að segja okkur reynslusögu sína. Gjör svo vel. Komið sæl, fundarstjóri góður og fundamenn.
Takk kærlega fyrir að bjóða mér og Svanhildi að tala hér í dag. Við erum með mikil eftirspurn þessa dagana. Þetta annað málþingi sem við fáum að vera með á og ég afskaplega bara glöð að fá þetta tækifæri til þess að tala af reynslunni sem að mitt hótel hefur af þessu samstarfi við atvinnu með stuðningi. Ég ætla rétt að fá að misnóta aðstöðu mína og kynna þess fyrir ykkur vinnustæðin. Þetta sem sagt mynd af hótelinu, þetta var gamli Háskólinn á Akureyri, var byggt sem Verkmenntaskólinn á Akureyri 1966 og var það Háskólanum 1987 og var þar allavega til 2010. Það var byggð hæð ofan á húsið og þessir viðbygging til suðurs, þannig að húsið nýti sín mun betur í bæjarmyndinni. Og við erum með 100 herbergi, við erum með opið allt árið að sjálfsögðu og Æsland setti mikla áherslu á ferðalög að vetri til og svona reyna að koma Akureyri á kortið allt árið kring. Við erum með 150 upp í 180-90 gesti mögulega yfir sumartíman og 25 starfsmenn yfir vetratíman og alveg upp í 40-45 á sumrin. Þetta skiptir svolítið í svona sumarvertíð og vetrarvertíð. Á sumrin er mikið að gera og vetrarnar koma rólega dagar og það ekki síst erfiðara kannski verið í vinnunni þegar það er rólegt að gera heldur en þegar allt á floti. Nú Svanhildur, hún starfsmaður í uppvaski á morgunvöktum og eins og ég sagði áðan þá erum við kannski með hátt í 200 manns í morgunmat. Það fer mikið eftir þjóðernum hvað gestir láta til sín taka í notkun á diskum og leirtögi. Ég held að Asíubúar beri höfuð herðar yfir flesta, þeir taka kannski svona meðaltali 6-8 diska fyrir morgunmatinn. En þjóðverðnir eru mjög sparsamir og endun í allt saman. Þannig við sjáum alveg stóran mun á því hvort að hótelið sé fyllt af Asíubúum eða þjóðverðum og Íslendingum, það mikill munur á því. Þá gengur fólk ekki eins og heima hjá sér allavega. Þannig á morgnana eru stundum 400 diskar, 300 glös, 250 kaffibollar, 500 hnífapör, krúsir og krukkur og skálar og pottar og pönnur og hrærivélaskálar, stálföt og sykurkör og allt þetta í mjög litlu húsnæði. Þetta gamall skóli, það var ekkert byggt við fyrir þessi bakrými. Þannig við þurftum að sníða eitthvað svolítið stakk eftir vexti. Og þetta ekki dúllir sem að þarna býður á morgnana þegar að morgunvaktin mætir. Þarna er mikið skipulag því að þarna eru tvískiptar vaktir sem ganga og hátt í, hvað ætla að segja, svona 10-15 starfsmenn sem að þarna eru inni alltaf yfir dagana. Og þetta allt saman mjög skipulagt, hver hlutur á sínum stað, það eru háar grindur, þetta þröngt, þetta staplað og það mjög mikilvægt að tilengja sér allt frá byrjun góð vinnubrögð og læra á eldhúsi því það næsti þarf að geta gengið á hlutunum vísum. Og lykilatriði í þessu eins og náttúrulega öll öðru bara að hafa reglu á hlutunum. Og menn svona viti hvar allt saman og þurfi ekki að eyða dýrmætum tíma þegar allt á floti að leita einhverju skál eða töngum eða sósu, ausu eða eitthvað þess aftar. Það eru líka mikið af hangandi hlutum. Það er gaseldavél þarna, djúpstekingapottur og 2 bakarofnar. Þannig að margra matir sem að koma fyrst inn í þetta alveg stórhættulegt húsnæði. Fullt af hlutir sem getur rekist á, fullt af heitum hlutum og vatn á gólfum, hálka, fita á gólfi og matarleifar og allt þess aftar. Þannig að það er ekki hægt að segja það að þetta sé einhver þægileg innivinna, síður en svo. Og ég fekk fyrst heimsókn frá ráðgjafa Akureyrarbæjar í þessu verkefni atvinnu með stuðningi sumarið sem sagt fyrir 1,5 ári síðan. Svanhildur búin að vinna núna í október í 2 ár hjá okkur, og Gissur talaði feimni gagnvart fötluðum. Ég ekki feimin manneskja, ég ekki haldin fordómum, en ég hafði efasemdir og ég ætla bara að deila þeim með ykkur. Ég hafði efasemdir að fötluð manneskja með þessa skertu sýn sem að Svanhildur hefur gæti verið á þessum stað. Og þessi ráðgjafi, ég veit ekki hvort hún henni í dag, þetta kona á Grímsey, afskaplega fylgin sér og gefst aldrei upp og hún gafst ekki upp á mér. Og ég stundum svo undrandi á því að því hún kom viku eftir viku, kom hún við, alltaf að minna á sig, hringdi reglulega
og ég var eins treg í taumi eins og stöð hrissa líka við. Og sem betur við gafst hún ekki upp og hún endanum sömdi við það að ok, hún byrjar þá í október þegar það er aðeins fyrir að róast hjá okkur. Hún kemur inn og fær að prófa þetta og það tókst. Og hún var með henni ráðgjafinn í viku, kenndi henni á húsnæði, kendi henni á þetta system. Þannig að núna kann Svanhildur betur á húsnæði heldur en við hinnir, alveg klálega. Og mér var að hugsa til þess hérna áðan í yfirferð Gissurar að ráðgjafarnir, þeir eru lykil fólk í þessu verkefni. Bæði það að leita eftir störfum, hafa sambandi fyrirtæki og gefast ekki upp. Ég var spurð að því þegar við vorum með þetta erindi hjá Blindrafélaginu að hvernig ég hefði náð að sannfæra starfsfólkið áður en hún byrjaði. Og ég viðurkenndi það og ég hafði ekki einu svona hugsað út í það. Við fáum fjölmarga í vinnu, ég held ég sé örugglega búin að ráða í gegnum þessi 5 ár örugglega hátt í 200-250 manns. Ferðaþjónustan er eitthvað þannig að fólk tekur þessi sumarvinnu eða vinnu eftir skóla og staldra stutt við, það er mjög mikil starfsmannavelta. Og mér dætti ekki huga ég þyrfti að sanna eða sannfæra starfsfólki að ráða þessa konu inn. Hún sá algjörlega það sjálf bara fyrstu 2 vikunar og var orðin hluta á hópnum bara strax þá. Þannig að og allir, vonandi kemur inn að það eftir að allir hafi bara tekið vel á mótinni og hún er alveg hluti af okkar starfsmannahóp. Nú, hún byrjaði síðan í fyrrasumar, í fyrrasumar var fyrsta sumarina, þessi mikla sumarverti sem ég var að lýsa hérna áðan. Við höfum líka ágjörð því að hún myndi geta höndla það og hún stakk upp á því sjálfið með að byrja klukkan 7 í staðan fyrir klukkan 8 því að fjöllin voru orðin svolítið há klukkan 8 þegar hún mætti. Við byrjum morgunmætti klukkan 6 og hún byrjaði klukkan 7 vinnu til 12:30 á sumrin og tókst svo sannarlega á við prófið og rúllaði þessu upp, svo ekki sem meira sagt. Hún lenti henni í vinnusleysi sem var ekki sjónin að kenna heldur uppáttuvelinni hjá okkur og það hefði rauninni hver sem er geta hérna lent í því. Og ég hef allavega tekið eftir því í mínu starfsmannahaldi að og það er það sem kannski svolítið, maður sér kannski á krökkum í dag án þess að ég gera lítið úr þeim að því að ég hef undantekningarlaust mjög heppið með starfsfólk. Sumir hafa verkvitt og aðrir bara alls ekki. Ég bara vita ekkert hvað kemur fyrst, hvort að kaffikannan kemur fyrst eða eitthvað annað. Og það er munurinn á okkur og fatlaðir eða ófatlaðir, fyrir mér skiptir ekki máli ef fólk hefur verkvitt og kann að skipuleggja sig og bara tekst á við hlutina, þá eru fötluðum sem ófötluðum allir vegi færir. Þannig að þetta finnst mér vera lykilatriði í þessu og mín reynsla af þessu verkefni er góð. Ég hef hérna á Akureyri kannski ekki að marka því boðleiðnir eru svo stuttar á milli okkar og við þekkjumst þannig að það kannski þarf ekki jafn mikla sannfæringu eins og ég upplifði í erindi Gissurar. En óneitanlega kallar þetta á það að rauninni sýna atvinnurekendur fram á það að fólk geti unnið þessi störf. Því að sjálfsagt hefur fyrir að leita í okkar rekstri þá eru fjölmörg störf sem hægt að brjóta upp í smærri störf og jafnvel gera það eitthvað auðveldari eða aðlaga þau getu viðkomandi starfsmanns. En í þessu tilfelli með þetta uppvask þá er ég með bæði með Svanhildi og síðan aðra unga krakka sem er að koma núna inn í sumar og hafa verið hjá okkur í vetur og hún bara er algjörlega jafnvíg og þau, algjörlega. Þannig að mín reynsla af þessu verkefni er bara til hið besta mál og þannig að mín bara hvatningarorð til annarra atvinnurekenda hérna við hliðina á okkur er bara að grípa boltan. Takk fyrir. Já, takk fyrir Sigrún að deila reynslutinni með okkur. En nú ætlar Svanhildur Anna Sveinsdóttir, starfsmaður hjá Icelandair Hotel á Akureyri að segja frá sinni hlið af því að vera kona með skerta starfsgetu á vinnumarkaði. Gjörðu svo vel Svanhildur.
Já, góðan daginn og ég þakka innilega fyrir að vera boðið hér á þessa ráðstefnu. Svanhildur Anna Sveinsdóttir heiti ég og starfstúlka á Icelandair Hotels á Akureyri. Ég var svolítið lengi að koma því ég með leiðsöguhund og nýbyrjuð að vinna með honum og að læra á hann sem aukaatriði. En ég verða að viðurkenna það að það liggur við að ég fari hjá mér yfir svona góðu orði frá atvinnurekanda mínum. En mín reynsla af atvinnu með stuðningi, hún mjög góð. Ég man eftir því að þegar ég var svona 20, þá fer ég til augnlæknis til þess að reyna að fá gleraugu og ætlaði að fara að vinna. En fékk þau orð í bakið að ég mætti ekki vinna, enga vinnu sem reyndi á augun eða neitt. Og síðan liðu árin og ég bara heimavandi húsmóðir með börn og svona og svo þegar ég sé að yngsta barnið að fara heimann og sé að tekjurnar lækka, þá fer ég að hugsa nú verð ég bara að komast út á vinnumarkaðinn og reyna að fá mér vinnu til þess að fá mér pening. Nú, svo flytti ég til Akureyrar og stuttu seinna þá byrjaði ég í starfsendurhæfingu sem að mér varst alveg meira háttar og ég man eftir því að þegar ég var að byrja hversu ógeðslega stressuð ég var og ég bað viðkomandi konu sem var að þjálfa mig að koma og vera með mér og hjálpa mér að bara komast af stað sem hún gerði og sem mér fannst vera alveg óskaplega dýrmætt því að þarna náði ég að yfirvinna stressið. Síðan líður og býður og ég vil fara að komast út á vinnumarkaðinn og fá meiri pening vegna þess að ég lenti í þessu að króna af bótum dettur út á móti þeirri krónu sem ég vann inn fyrir og vildi komast í meiri laun og ég fer að reyna að sækja og ekkert gengur og svo sá ég auglýsingu og bið þessa konu að hjálpa mér að sækja sem hún gerir, útvega mér þessa vinnu. Og ég man eftir að fyrst þegar ég var að byrja, ég var alveg rosalega stressuð, en ég bara beit á jaxlinn og sagði með mér, nú skal ég standa mig og ég var ofboðslega þreytt eftir fyrstu dagana, en þessi kona, hún var mér mjög mikill stuðningur og hefur hjálpað mér og þannig að núna í dag, þá er ég alveg komin inn í allt þetta kerfi og eins og Sigrún segir, það bara spurning, hvað tekur á móti mér þegar ég að koma í vinnu, það bara nokkri diskar eða bara alveg stæðuna bara háar og ég bara tek hvern dag fyrir sig og tek bara hvern dag fyrir sig og bara mjög sátt við að vinna hana og ég hef tekið eftir því að það einmitt ein kona sem var að vinna hana þegar ég byrjaði, hún búin að vera að vinna með mér í 12 tíma, svo ef okkur verður á að reka á hvora aðra, þá segir hún, æjá, ég gleymi því að þú sérð ekki nógu vel, þá kemur svona smá árástur, en það allt í lagi. Og meira að segja gengur mér svo vel að ég farin að gleyma því stundum að ég með svo þröngt sjónsvið og ég rekst utan, æjá, en svo bara rúllar þetta áfram og ég segi bara alveg eins og að atvinna með stuðningi alveg frábært fyrirbæri því að þetta hjálpa manni að komast út af vinnumarkaðinn, komast út í samfélagið, vinna, leggja sitt af mörkum, fá peninga og komast inn í samfélag annara og félagslífi því að það það sem skiptir svo miklu máli sem ólítið skemmtilegra heldur en að vera alein heima og þekkja engan og hundleiðast og hafa ekkert að gera. Herru, ég bara veit ekki alveg hvað ég segja meira en mér finnst held ég hafi sagt svona nokkurn veginn það sem að ég ætlaði að segja. Takk fyrir. Já, þakka ég kærlega fyrir Svanhildur að deila
með okkur reynsluðinni. Nú ætlar Helga Eysteinsdóttir, forstöðumaður Hringsjár náms- og starfsendurhæfingar, að flytja okkur erindi sem hún nefnir Hringsjá og hvað svo. Gjörðu svo vel, Helga. Nú spurning. Já, komið sæl, fundarstjóri og aðri gestir. Eins og hefur komið fram þá er ég forstöðumaður í Hringsjá, en Hringsjá er náms- og starfsendurhæfing sem er ætlað fyrir fólk með skerta starfsgetu sem vegna veikinda, slysa eða áfalla getur ekki stundað nám eða vinnu á almennu markaði, og ég ætla að misnota tækifæri líka og kynna aðeins starfseminni hjá okkur eins og Sigrún, og síðan ætla ég að segja frá árangrum að starfseminni og svo hvað tekur við. Því að í Hringsjá er þverfagleg starfsendurhæfing, massív starfsendurhæfing og hvað svo, hvað verður fólki okkar. En Hringsjá var stofnuð 1987 sem samvinnuverkefni Öryrkjabandalags Íslands og félagsmálaráðuneytisins, og í dag er Hringsjá með þjónustusamninga við VIRK, starfsendurhæfingarsjóð og Vinnumálastofnun. Og margt hefur breyst á þessum 28 árum og hefur orðið mikið framþróun í starfsendurhæfingunni sem fer fram í Hringsjá. Í upphafi mest áhersla á tölvur og bókhald að undirbúa fólk fyrir skrifstofuvinnu, en í dag er fjölbreytt nám í boði og eins og ég sagði áðan, þverfagleg starfsendurhæfing. Við bjóðum upp á, það eru nokkra leiðir hjá okkur, við erum með stutt námskeið sem fólk getur komið og bara til að efla svona eigin getu, og það er líka ætlað sem svona undanfari fyrir þá sem að stefna námi hjá okkur, og þetta er líka námskeið fyrir þá sem bara vilja bæta færni í daglegu lífi, læra tölvur, bæta við sig kannski ensku, og þannig að fólk er oft kannski í einhverju prógrami annar staðar, samhliða hjá okkur. Síðan erum við líka með námskeið sem við köllum nýtt start, og það er reyndar ekki auglýst og ekki opið öllum eins og er allavega. En það var sérsniðið úrræði fyrir skjólstæðinga Vinnumálastofnunar og VIRK, starfsendurhæfingarsjóðs, og þau námskeið þau henta mjög vel til að meta bara hæfni og getu fólks til þess að stunda massífa starfsendurhæfingu, svo má segja. Og er markmiðið að þáttakendur, við erum að kenna þessu ákveðin bjargráð og færni til að takast á við daglegt líf og það sem getur komið upp í daglegu lífi. Við höfum ekki markvisst tekið saman árangur af námskeiðunum, en hins vegar gerum við mjög reglulega árangursmælingar á þeim sem hafa lokið náminu hjá okkur. Og námið er 3 nám og það er kennsla alla daga vikunar, það er 28 kennslustundir á viku og það er kennt jafnmargar kennsluvikur og í framhaldsskólunum. Það er allt framhaldsskólakennari hjá okkur, við erum að fá frá öðrum skólum og svo líka fólk í fullu starfi hjá okkur. Og flestir eru hjá okkur alveg þessar 3 rannir. Stundum fyrir fólk í raunfærnimat og þá er að taka það samhliða náminu í Hringsjá, eða það er tilbúið til að fara að hluta til í almennan framhaldsskóla meðfram náminu hjá okkur. Við tökum inn nemendur 2 ári og það er alltaf miklu fleiri umsóknir heldur en við getum því miður annað. Og innifæli í þessu bara frábær stóðþjónusta, við erum með félagsráðgjafa, 2 námsráðgjafa, sálfræðing, sérkennara og svo annað sérkennar sem kemur og sér lesblindugreiningar. Þannig það er mjög massíft utanumhald og svo er það námið sjálft sem samanstendur af almennum bókgreinum og listgreinum og svo hreyfingu.
En ástæðuna fyrir því að fólk sem sagt sækir í Hringsá eru margvíslegar og má það nefna helst, flestir nefna andleg veikindi. Síðan það líkamleg veikindi og svo erfiðar félagslega aðstæður. Og svo það sem alltaf aukast hjá okkur, það neyslusaga. Og svo má líka nefna, að margir nefna námserfileika, meðal annars lesblindu eða ofvirknis með eða án athyglisbrests. En allir eiga það hins vegar sammerkta að vera með skerta starfsgetu. Og flestir eru endurhæfingarlífeyri á meðan á starfsendurhæfingunni stendur. Og fyrri menntun oftast aðeins grunnskólinn og síðan kannski svona brotkend viðbót. Fólk kannski fari í nokkra framhaldsskóla en alltaf helstu lestinni vegna kvíða, þunglindis eða annar ástæðna. Og fyrri störf það oftast láglaunastörf, svo sem fiskvinnsla, verkamanna, þjónusta og umönnunarstörf. Og Hringsá fyrir 18 ára og eldri. Meðalaldurinn núna hjá okkur rétt 31 ár og yngstu nemendurnir tvítugir og elsti 49 ára. Og á síðustu árum hefur meðalaldurinn alltaf verið að lækka og líka í umsóknum hjá okkur. Og við erum alltaf að fá svona fleira kannski ungt fólk sem bara kann ekki og veit ekki hvernig það haga sér í vinnu. Og við erum með svona drengin okkar sem virðist að hafa gleymst fyrir framan tölvun oft. Bara búin að missa allt tímaskyn og stundum svolítið raunveruleika skyni líka. Og neyslusagan eins og ég sagði áðan, hún ofta nefnd. Og það svona til ýmsa skýrslur það að það ansi stór hópur ungs fólks sem á bara svolítið erfitt með að fungera í svona fullorðinslífi. Mæti vinnu, mæti nám og bara standa við sína skyldur. Og stundum hefur maður svona tilfinningunni að þeir sem kannski meðvitað réttindi heldur en skyldur. En það breytir þó ekki að svona ungt ófaglegt fólk það á erfitt með að fóta sig á vinnumarkaði. Og eins og ég segi, mann finnst oft þess að bara meðvitundin mikilvægi vinnuna sé þeim bara ansi fjarlæg. En þetta eitthvað sem mér finnst alveg ástæða til að svona aðeins að staldra við og hugsa út af hverju meðalaldur að lækka hjá okkur. Ég vona innilega sé vegna þess að þið verið að grípa fyrr inn í, bara, ég vona það. En ég held að skýringin sé svolítið að leita víða og við þurfum svolítið bara svona aðeins að staldra við og skoða þessi mál. Og hluta þessu það að nú er ég sjálf unglinga, að tengsli við vinnumarkaðin minni. Við förum unglingarnir okkar fara seinna út á vinnumarkaðin og læra bara hreinlega að vinna. Og mér finnst við vera að taka af ungu fólki ákveðið þroskaferli. Að þau kom ekki nú, að þau reyni ekki á sig fyrir vinnu. En ég alveg upp í sveit, þannig að kannski það bara þannig. En varðandi árangurinn, að þá tökum við alltaf saman þau sem klára þessi 3 ára prógram hjá okkur. Og Guðrún Hannesdóttir fyrrverandi forstöðumaður gerði mjög ítarlega rannsókn á hvernig starfsendurhæfingin Hringsá hefur skilað. Og svo rannsókn kom út árið 2006, en þá tók hún út hópa sem hefði byrjað, sem að klára í 88 til 2005 og þá það 2 annir eða lengur sem þau kláruðu. Svo árið 2009 þá könnum við þá hópa sem að kláruðu að minnsta kosti 2 annir árunum 2006 til 2008. 2012 var síðan hóparnir sem kláruðu 2009 til 2011 kannaðir. Og svo gerðum við svona óformlega könnun sem áður ég mætti hérna í dag á þeim sem útskriðust í fyrra og hitt í fyrra, sem voru 66 einstaklingar. En þið sjáu þetta kannski svolítið skýrt hérna á þessu, en hlutfall þeirra sem að fara í nám hefur aukist töluvert eftir hrun og það náttúrulega, eins og Gissur benti á, það náttúrulega hvernig
staðan er bara á vinnumarkaði og fólk fór þá frekar í nám heldur en beint í vinnu og svo verðum við líka aðtuga þarna varandi hópinn hérna í merki 2015 að það er stuð síðan mörg hver útskrifast bara í desember því að margir fara í starfstengt nám og skila sér seinna út á vinnumarkaðin. En síðan alltaf spurning hvernig við mælum árangur því að þú veist sjálfstraust og lífsgæði, þú veist, það er ekki hægt að meta það til fjár en hins vegar bara mjög fínt og ég tek oft dæmi konur sem kom skelfbrósandi af húsfélagsfundi, ég er ekki ósum að sé fólk koma skelfbrósandi af húsfélagsfundum en hún var svo ánægð með það að hún þorði að mótmæla einhverjum viðgerðum sem átt að fara fram, sem hún var ósátt við. En áður hefði hún bara setið og bara já, bara gerið þetta. En verið svo hundaóanað heima hjá sér. Og það er þetta einmitt sem er svona ómetanlegu hluti af því á starfsendurhæfingunni. En niðurstöðurnar sýna líka að fleiri fari í starfstengt nám, heldur en vinnu að framhaldi á Hringsjá. Og bara hefur hlutfallið aukist jafnt þetta frá 2008 eins og ég nefndi áðan. Og en það er ekki bara hrunið, heldur líka bara krafan á vinnumarkaði meiri sérhæfingu og starfsréttindi hefur aukist. Og það er líka skýringin. Og ég vil nú meina að nám sé varanlegasta endurhæfingin, en árangurskannanir okkar sýna þeir einstaklingar sem fara í áframhaldandi nám, eiga samfelldari og lengri sögu á vinnumarkaði en þeir sem fara beint út á vinnumarkaðin eftir Hringsjá. Enda búin að mennta sig til starfa þar sem þeir hafa áhuga og hafa getuna líka til að sinna. Og af því ég nefndi unga fólki áðan að þá sýna árangurskannanir okkar líka að yngra fólkið er líklegra til að fara út á vinnumarkað eftir Hringsjá. Og það er bara sérlega ánægjulegar niðurstöður. Og hvað svo? Við höfum haft mjög gott samstarf við framhaldsskólana og eins og ég sagði við erum með framhaldsskólakennarar úr öðrum skólum sem kenna hluta til hjá okkur og það er einingar sem við metum frá okkur eru metnar inn í aðra framhaldsskóla og nemendur frá okkur hafa verið teknir inn í framhaldsskóla þrátt fyrir að eiga kannski svolítið brotna eða brotkennda sögu í framhaldsskólanum og við höfum svona smá áhyggjur núna út af meðal annars þessu kennslumati sem að allir framhaldsskólar nema held í tækniskólinn eru búin að samþykkja því að það er meira árangurstengingar í kennslumatinu og þá fer maður að hugsa hvort það hafa áhrif á umsóknir þeirra sem að hafa glímt við veikindi áður, hvort það sé horft öðru sem það er umsóknir núna í dag. Og mér finnst alveg ástæða til að skoða þetta nánar og svo líka varandi takmörkun á 25 ára og eldri í framhaldsskóluna. Og ég vona innilega bara að þetta verði svolítið skoðað og mér finnst að það verði svona kostur íslenska menntakerfisins að það er sveigjanleiki og aðgengi fyrir alla. Og ég vil að við bara berjumst fyrir því að standa vörðum það. En framtíðarsýnin er að bjóða í auknum mæli starfsþjálfanir í fyrirtækjum sem hluta af prógrami hjá okkur og auka þannig samstarf við atvinnulífið. Og eins og búið að tala hérna áður að það skert starfsgeta, það hindrar oft þátttöku á vinnumarkaði. En það er einmitt þetta eins og hann Tryggvi nefndi að það er þetta öryggi og maður skilur það mjög, það er þetta framfærsla fólks undir. Fólk verður að lifa. Og fólk veit hvað það hefur en veit kannski ekki hvað það er að fá. Þannig tel ég mjög mikilvægt að bótakerfi vinni með okkur líka þar. Þannig að þegar fólk fyrir út að vinna einmitt að það sé ekki skerðingar, að það sé þá ákveðin aðlönar tími fyrir fólk. Og svo er það sama og flestir á nefnt, það er hlutastörf, þeim vantar sárlega á vinnumarkað. Og mér finnst að við sem erum í þriðja geiranum, félagasamtök og sjálfseignarstofnanir, opinber fyrirtæki og opinbera stofnanir ætla ég að segja og sveitarfélög, að við séum fyrirmyndi því að búa og skapa þessi störf
Það eru 3 einstaklingar í vinnu til dæmis í Hringsjá sem hafa klárað prógrami hjá okkur. 2 fóru í áframhaldandi nám eftir Hringsjá og eru núna komin í sérhæfð störf í Hringsjá. Og til dæmis þá er einn starfsmaður hjá mér í 20% starfi og hún er með ákveðið verkefni og hún hefur vikuna til að klára það. Og þannig hún hefur sveigjanlegan vinnutíma til þess að sinna þessu ákveðna verkefni. En ég gerir mig fulla grein fyrir því að sum starfina eru þannig í eðli sínu að því er erfitt að koma við. Uppvaskið getur ekki beðið allan daginn, skiljiði. En ég trúi því að ef viljinn er fyrir hendi þá er svo margt að það gera. Og einmitt þetta að hugsa aðeins út fyrir kassan. Og bara þessi aðlöfun að starfi, hún er svo mikilvæg og einmitt þessi sveigjanleiki að bjóða upp á hann. Og þegar fólk er til dæmis með gigt eða sjúkdóm sem er þess eðlis að einn daginn er mjög góður og á næsta ekki, að þú hafi þennan sveigjanleika til þess að klára verkefnið á þínum tíma. Og líka þetta, þú veist, að það þarf að huga fræðslunni og fá upplýsingar til vinnuveitenda. Nú er maður svona hálfpartinn beggja megin til borðsins, maður með litla stofnum ákveð fjármagn og það er ákveðin kostnaður sem fylgir þessu öllu saman og þá þarf maður líka svolítið að hugsa þú veist, hvað þarf að koma á móti til að þetta gangi upp eins og fyrir lítil fyrirtæki. En það er alveg umræður í annað, ég vil geyma það bara hér. En allavega þá eru þeir sem eru búin að útskrifast frá Hringsjá þeir eru að koma svona þverfaglegri endurhæfingu í 1,5 ár, stundum alveg upp í 2 ár. Og búin að vera að, þú veist, læra og mæta og læra að vinna í hóp sem er náttúrulega mjög eftirsóknarvert að vinna markaði í dag. Þú veist, við verðum að kunna að vinna með öðrum og mæta stundvíslega og við viljum gjarnan fá fleiri samstarfs aðila og ég ætla bara að benda á, ég hefði kannski sína þessa glæru frekar hinum megin en þetta er inngangurinn í Hringsjá og við tökum vel á móti svona ýmsum tilboðum og erum alveg til í að fá tilboð starfsþjálfanir. Ég get boðið flott fólk. Takk fyrir mig. Takk fyrir Helga. Frábært fyrir þá sem eru að leita sér að starfsfólki að vita hvert þeir geti komið til að fá flott starfsfólk. Næsta erindi ber titilinn Gagnkvæmur ávinningur vinnumarkað án aðgreiningar og það er Ketill Berg Magnússon, framkvæmdastjóri Festu, miðstöðvar samfélagsábyrgð fyrirtækja og kennari í viðskiptasiðfræði og samfélagsábyrgð við Háskólann í Reykjavík. Gjörðu svo vel, Ketill. Komið sæl og blessuð, málþingstjóri og kæri gestir. Kærar þakki fyrir að bjóða mér að koma og fá að taka þátt í þessu málþingi. Ég hef svolítið áhyggjur svona í byrjun. Mér langar til þess að biðja ykkur, eða þeir sem viljið og þurfið, aðeins að standa upp. Bara standið aðeins upp og hristið aðeins hendurnar, tegið aðeins úr ykkur, dragið andan djúpt svona 3-4 sinnum. Þannig er ykkur líðið aðeins betur eftir alla þessa setu og haldið kannski út að hlusta og horfa á mig. Takk fyrir. Nú, mér langar að segja ykkur frá því að ég kem hérna í þessum erindagjörðum sem að nefnd voru en ég er líka varaformaður almannaheilla samtaka þriðageirans. Þannig að ég tengist ykkar samtökum og auk þess sem ég hef í reynslu úr atvinnulífinu og ég get svo samsam með því sem að hér hefur verið sagt það hvort að atvinnurekendur eru feimnir eða fordómafullir. Ég held að sé mjög misjamt og jafnvel blanda þar á milli en þeir eru líka oft á tíðum, það skortir þekkingu. Nú, ég kem frá Festu sem er miðstöð samfélagsábyrgð fyrirtækja og stofnuð árið 2011 af 6 íslenskum fyrirtækjum.
Í dag eru 57 fyrirtæki meðlimir í þessum samtökum. Markmiðin eru 2 og þau eru mjög einföld og skýr, að auka þekkingu fyrirtækja og almennings samfélagsábyrgð fyrirtækja annars vegar og hins vegar að aðstoða fyrirtæki sem vilja innleiða ábyrga starfshætti. Þetta er tiltölulega nýjung fyrir mörg fyrirtæki og þannig að þetta er svona mikið fræðslustarf sem við stundum. Við erum að reyna að sannfæra fyrirtæki að samfélagsábyrgð sé það sem koma skal. Nú, Festa er sjálfstætt félag og er ekki rekið í hagnaðarskyni og það er mjög litla starfsemi, þar að segja umfangið er ekki mikið, ég er eini starfsmaður. Nú, en hvað er samfélagsábyrgð? Það er svolítið stórt hugtak. Það er, getum við sagt, að sé regnhlífa hugtak sem að dekkar marga málaflokka. Við ætlum ekki að finna upp hjólið og við styðjumst við alþjóðlega skilgreiningar. Það er með þess að komin ISO 26.000 staðall samfélagsábyrgð. Takk fyrir. Maður er eitthvað í heiminum ef það er til ISO staðall hann. Samfélagsábyrgð fyrirtækja er skilgreind þar þannig að hún felst í því að fyrirtæki axli ábyrgð á áhrifum sem ákvarðanir og athafnir þeirra hafa á samfélagið annars vegar og umhverfið hins vegar. Hljómar vel. En það er ekki bara nóg að vera með svona fallega hugmyndafræði það þarf líka að útskýra það betur. Að það sé gert með gagnsæi og siðrænni hegðun, að það stuðli að sjálfbærni og þarna er nú komin að enn einu hugtakinu sem væri nú vert að skilgreina. Við getum svona í stuttumáli sagt að það sé það að hegða sig þannig í dag að maður getur notið lífsins á þess að það skerði möguleika komandi kynslóða að gera slíkt hið sama. Að hlusta á væntingar hagsmunaaðila og þá er það ekki bara þessir venjubundnu hagsmunaaðilar fyrirtækja sem eru eigendur, viðskiptavinir og starfsmenn heldur allir aðrir sem að hafa hagsmun að gæta og hafa væntingar til fyrirtækja. Nú að fyrirtækin farið að lögum og alþjóðlega viðurkenndu venjum, einhver skildi telja það nú óþarft að taka það fram, og að lokum að fyrirtæki sem telja sig vera að innleiða ábyrga starfshætti, að þau gera það í alla starfsemina og gera það af heilindum en ekki bara svona gera það sem einhver svona markaðsæfingu að þau tikki í boxi og segja já, ég borgaði þessa uppæði í íþróttafélagi ár þannig að ég er stikkfrí. Nú, þetta er allt saman gott og blessað. Þetta setur, má segja, í einhverjum skilningi ákveðnar kvaðir eða kröfur á fyrirtækin. En það er alls ekki svo að samfélagsábyrgð fyrirtæki sé hugtak sem að sé þar sem eingöngu er verið að gera kröfur til fyrirtækja. Það er, útgangspunkturinn er sá að þetta hafi gagnkvæman ávinning. Það er að segja að ávinningurinn fyrir samfélagið og ávinningurinn fyrir fyrirtækin verði alltaf höfð í huga þegar er verið að innleiða ábyrga starfshætti. Og það er einmitt sá punktur sem ég langaði til þess að fjalla betur Að því að ef við horfum 50 ár fram í tíman og þá getum við hugsað þessa sjálfbærni hugsun komandi kynslóðir, við getum hugsað samfélagi sem við viljum búa í, en ég held að sé mikilvægt að við hugsum það eins og þar sé einheild, þar sé við. Ekki þið og við, heldur við. Fyrirtækin og starfsmenn og aðrir. Við heyrði skemmtilega flökkusögu daginn sem að ég held að mig alveg heimfara upp á þetta. Það var ung kona íslensk sem hafði farið til útlanda að mennta sig og hún hafði kynnst þar yndislega manni í Bandaríkjunum. Hann var af asískum uppruna og þau ætluðu að gifta sig. Og þau ætluðu að koma til Íslands til að halda brúðkaup. Afi stúlkunar hafði beðið að fá að tala í brúðkaupinu. Stúlka var eilítið kvíðin yfir þessu vegna þess að þó svo að þau voru mjög náin að þá var hún óttaslegin yfir því að hann var ekki nægilega víðsýnn til þess að hafa lítið það með björtum augum að hún var að kynnast aðalega hinum með hnettinum. Hann kom í pontu og hann sagði við hann að mér langaði bara að segja þér frá því að það er yndislegt að skulu vera að koma hérna og hafi fundið þér lífsförunaut og jafnvel hafi þurft að fara hinum með hnettin til þess að finna hann. Eflaust átti þetta að fá okkur pillur út af því, en ég skal segja það þegar mamma var ung og kynntist pappa á sunnan, þá fekk hún pillur fyrir það.
Og ekki bara það heldur, þegar ég var ungur og kynntist ömmuðinni sem bjó í Firðinum við hliðina á, þá fekk ég pillur fyrir það. Við búum í dag í heimi sem að, það sem að fjarlægin hefur minnkað, en við erum ennþá að glíma við kannski sömu hugmyndunar það að við erum við og þið. Nú, en hvernig horfum við á framtíðina? Við getum hort á hana 50 ár fram í tíman og það er stoltið erfitt fyrir fyrirtæki að hugsa 50 ár fram í tíman. Það eru margir stjórnendur uppteknir af því hvort að þeir geti náð endun saman næstu mánaðamót eða fyrir næsta ár. Þannig áætlanir og tölurnar eru svolítið nærtakari heldur en 50 ár fram í tíman. Það er auðveldara fyrir þá að hugsa 10 ár fram í tíman en það er samt erfitt. Hvað þá 2 ár fram í tíman, það er allt í einu þá fer mann að líða aðeins betur. Maður veit aðeins meira það hvað gerist eftir 2 ár og maður er kannski auðveldara að spá fyrir það. Þannig kannski hefur við að hafa þetta sjónarhorn tvískipt, annars vegar þetta langtíma sjónarhorn en líka þetta skammtíma sjónarhorn. Og það er það sem við þurfum að hafa leiðarljósi, ég held þegar við tölum samfélagsábyrgð fyrirtækja. Á oft tíðum snýst málum að taka ákvarðanir sem hafa áhrif til lengri tíma en við sjáum ekki endilega ávinningin í þessum skammtíma áætlunum sem við erum að vinna með núna. Og það svona krefst ákveðna nýrrar hugsunar að fyrirtækin hugsi þessa hagsmuna aðila sína með öðrum hætti. Hverjir eru þeir? Ég nefndi áðan viðskiptavinir, starfsfólk og eigendur, en það eru margir aðrir, það er þjóðfélagið í heild, það eru birgjar, náttúran, fjárfestar, hagsmunaaðilar og fjölmargir aðrir. Þannig að það verður að opna augu stjórnenda fyrirtæki til þess að huga að, hlusta að og skilja væntingar þessar aðila. Og ég held að þannig getum við komið aðeins inn á þetta samstarf og þetta samtal sem við erum að tala um að þurfa að eiga sér stað á milli atvinnurekanda, hvort sem það eru ríki eða sveitarfélög eða almenna markaðnum og fólks með skerta starfsorku þegar við erum að huga því hvernig samfélag við viljum búa til og þess vegna er þetta samtal að hlusta og skilja svo gríðarlega mikilvægt. Nú það er sem sagt bæði þarna út á við fyrir fyrirtækið að opna augun og hugsa til langstíma hefur áhrif, jákvæðar áhrif fyrir fyrirtækin en það hefur líka áhrif inn á við þegar fyrirtækin opna huga sinn og hlusta á væntingar annarra og við erum búin að heyra af því að dæmum fyrirtæki og stofnanir þar sem þetta hefur verið gert og við sjáum það að þegar fyrirtæki svona vilja verða ábyrg og innleiða ábyrga starfshætti á fjölbreyttan hátt þegar kemur á náttúru eða samfélagi að það hefur jákvæð áhrif á fyrirtækið. Það hefur jákvæð áhrif á skerpa framtíðarsýn, árangurinn, á stolt starfsmanna, tilganginn, það veitir starfsfólki skýrari tilgangum það til hvers það vaknar á morgnana til þess að fara í vinnuna. Að það er að taka þátt í að búa til betra samfélagi og fyrirtækja menningin verður allt einhvern veginn önnur. Þannig að það er ávinningur fyrir fyrirtækin sem að opna huga sinn og vilja gjarnan stíga út fyrir þægindarammann, út fyrir boxi sem hefur verið talað og stuðla að því að vinnumarkaðurinn sé án aðgreiningar. Nú en hvað er það sem að ýtir á samfélagsábyrgð fyrirtækja? Hvað er það sem að fær fyrirtækin til þess að fara af stað og hugsa þetta? Mörg þeirra er að hugsa reksturinn og þau hugsa áhættustýringu. Þau hugsa að þau vilji gjarnan huga að samfélaginu og umhverfinu vegna þess að það muni koma sér betur fyrir þau muni síður lendi í vandræðum í framtíðinni. Sumir fara af stað og fyrsti hvatinn er sá að þau vilja ná meiri árangri, bæta reksturinn, auka stolt starfsmanna, eiga auðveldara með að ráða í störfin hjá sér. En aðri stjórnendur hafa siðferðilegar ástæður fyrir því að fara af stað og hugsa það er bara svona sem á að reka fyrirtæki. Það er bara svona sem ég vil að mitt fyrirtæki starfi. Þannig að það er ekkert verið að réttlæta endilega með einhverjum efnahagslegum hagsmunum eða efnahagslegum ástæðum. En svo eru sum fyrirtæki sem fara ekki af stað fyrir en að þau hafa rekið sig á. Það er að segja að það hefur einhver ýtt þeim út í að hugsa málið. Það verður einhver frétt, það verður einhver
getur við sagt, einhver krísa, eitthvað sem kemur upp á það sem að hagsmunaaðilarnir eru óánægðir með starfsemina og þá fyrst fara þær af stað og hugsa með sér við þurfum að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Nú, og margir hugsa ímynd, vörumerki eða aðgreiningu í samkeppni. Hvernig getum við staðið okkur? Getur það verið að ef við erum fyrirtæki sem að verður opið fyrir nýjungum, að við fáum meiri velvilja neytenda og þeir eru frekar tilbúin til þess að versla okkur heldur en öðrum. Og svo lokum þá þannig tækifæri líka til nýsköpunar. Það er að segja, með því að opna hugan og sjá, reyna að sjá tækifæri í því að koma eða mynda ávinning bæði fyrir samfélag og umhverfi og sama tíma að verða að reka fyrirtæki með ávinningi fyrir eigendur, að þá þarf að hugsa öðruvísi, þarf að hugsa með öðrum hætti til þess að finna lausninnar. Nú og það getur skapað ný tækifæri og þá sjáum við að það skapar ný tækifæri. Við sjáum að þegar skorðurnar stundum eru miklar að þá þarf að beita hugkvæmni og nýjungar koma fram. Og við sjáum fyrirtæki sem að bregðast við því í dag þegar aukinn áhugi neytenda á vörum sem eru getum treyst, sem eru beint frá bónda eða eru náttúruvænar, þá sprett upp verslanir sem bjóða upp á slíkar vörur. Eins það með alla aðra þjónustu og vörur. Það er að segja að leið að það er búið að koma auga á tækifæri til þess að skapa vöru sem að sinnir eftirspurn, að þá það hjólin í lögmál markaðarins sem að hjálpa þarna til. Og það vil ég eiginlega undirstrika að það þessi lögmál markaðarins sem að þurfa að vera drifkrafturinn þegar við erum að hugsa það hvernig við getum búið til samfélag sem að án aðgreiningar, og ég held einmitt að það séu fjölmörg tækifæri fólgin í því. Vegna þess að á sama hátt og hvatar fyrir fyrirtæki til að almennt að stuðla að samfélagsábyrgð, þar að segja að þau kom fram að virðingu við náttúru og samfélag. Það eru margir sömu hvatar sem eru til staðar þegar að fyrirtæki að opna dyrnar eða vera opnari fyrir því að fá einn fjölbreyttari starfsfólk sem getur komið inn, hefur skerta starfsfólku, hefur takmarkað eða sérhæft eða einhverjum leyti passa kannski inn í þessa kassa sem búið að búa til fyrir þá. Nú þessi hvatar sem geta þá hjálpa fyrirtækjunum að svona huga því hvernig þau geta skilgreint störf eða verið opin, tekið burtu feimnina, fordómana eða aukið fræðsluna. Þetta hefur verið kannað og ég held að það sé mjög mikilvægt að þeir sem að starfa síðan á hinum endanum, sem að reyna að sannfæra fyrirtækin þetta, að þeir átti sér mjög vel á því hverjir þessi hvatar eru og vinni með þá. Nú, fyrir að fyrsta, þar algengasti hvatinn siðferðið, það er að segja að þeir sem reka fyrirtæki og eru opnir og taka við starfsfólki með skerta starfsfólku, hvort sem það fötlun eða langtíma atvinnulausir eða með einhverjum hætti eru ekki að falla svona inn í ramman. Algengasti hvatinn sem vísað í siðferði, það er að segja við telja bara að þetta sé rétt, þetta sé hlutverk fyrirtækja. En það eru líka efnahagslegir hvatar. Það eru meðal annars þeir hvatar sem að yfirvöld geta sett upp með því að búa til lög og reglur og segja einfaldlega þið verðið að sinna ykkar hluta taka ykkar hluta af kökunni, og að það þá settur upp einhvers konar skorður fyrir fyrirtækinu. En efnahagslegi hvatinn einfaldlega líka til staðar og ég held að sé mikilvægast að vinna með hann, að benda fyrirtækinu á hvernig það getur hjálpað þeim í rekstrinum og hvernig fyrirtækin getur orðið betri með því að opna dyrnar hjá sér. Af því að það líka auðveldast að fá stjórnendur í fyrirtækjum til að hlusta ef þeir geta leið leyst einhvers konar rekstrarleg vandamál í fyrirtækinu sínu á sama tíma.
Þannig að Gissur, ég held að þetta sé nákvæmlega rétt sem þú sagðir, þetta snýst það að banka upp á og heilsa upp á og ég veit að það svo sannarlega verið gert í miklu mæli að reyna að fá fyrirtæki til þess að átta sig á, vera tilbúin og konan Grímsey er svona gott dæmi það að banka upp og hætti ekki. Ég ætla mér að fá Hótel Akureyri, það bara þannig, hún hefur sett það á lista hjá sér. Ég hætti ekki fyrir en þau koma. Þannig að það hins vegar, og ég fann það sem kom fram að það sem kom ávart að það var þarna rekstrarlegur ávinningur líka. Þó örugglega líka allavega númer 1 og líka siðferðið. Nú, en það líka annað sem hjálpar, það það að það verða ákveðin hreyfing meðal fyrirtækjum allan heim. Fyrirtækjum allan heim auknum mæli að taka upp samfélagsábyrgð og innleiða ábyrga starfshætti og það gerð krafa til þeirra að þau geri grein fyrir því hvernig þeirra standa sig. Svokallaðar samfélagsskýrslur eru tiltölulega nýjar á nálinni en Evrópusambandið til að mynda á síðasta ári samþykkti tilskipun þar sem að frá með næsta ári munu öll fyrirtæki í Evrópu með 500 starfsmenn eða fleiri af ákveðinni tegund. Þeim verður skylt að gefa út eins og ári skýrslu þar sem þau gera grein fyrir því hvernig þau eru að sinna samfélagsábyrgð. Og þá er spurning hvað eiginlega fellur þar undir. GRI, Global Reporting Initiative, aðferðafræði til þess að búa til svona samfélagsskýrslur og það algengast aðferðafræðin sem að notuð í heiminum í dag. Hún setur upp ákveðin ramma það hvernig fyrirtækin og hvað þau eiga að tiltaka þegar þau gera grein fyrir samfélagsábyrgð sinni. Þar þessu skipt í 3 þætti, efnahagsmál, umhverfismál og samfélagsmál og samfélagsmálin eru síðan 4 undirflokkar þar. Það er að segja mannauðinn, hvernig stýrir fyrirtækinu mannauðsmálunum hjá sér, hvernig tryggir fyrirtækið mannréttindi bæði meðal starfsmanna sinna í nærsamfélaginu og meðal þeirra sem þeir kaupa síðan vinnu af, það er að segja byrgjar eða undirverktakar. Nú, síðan það samfélagsmáli, það er að segja þáttaka fyrirtækja í samfélaginu, í nærsamfélaginu, stuðningur við félagasamtök, við grunnstoðir samfélagsins, en auðvitað líka bara að þau hegði sér af ábyrgð gagnvart samfélaginu. Það sé ekki stundu spilling eða samkeppni sé virt og þau fara að lögum. Nú, að lokum það síðan ábyrgar vörur, þar að segja að fyrirtæki tryggi það að vörur og þjónusta fyrirtækisins sé ábyrga gagnvart viðskiptavinunum, að vörumerkingar sé í lagi, að persónuvernd sé tryggð, að auglýsingar sé með þeim hætti að það sé ekki verið með einhverjum ósæmilum hætti verið að setja fram upplýsingar til þeirra sem ekki eiga að fá þær eins og þeim spönnum. Nú, ég held sem að þarna sé að varpa fram ramma það hvað samfélagsábyrgð og hvernig fyrirtæki að munu í auknum mæli stuðla því eða gera grein fyrir þeim í sinni starfsemi og ég held að sé tækifæri sem felast í því að greina þarna í þessum listum hvar eru möguleg tækifæri til þess að auka þátt þeirra sem eru með skerta starfsorku á vinnumarkaðnum. Það getur sem sagt farið mjög vel saman að fyrirtækin vilja vera samfélagslega ábyrg en þau vilja líka, þau vilja finna leiðir til þess að gera það og þau eru ekkert endilega alltaf með bestu leiðirnar. Þannig að ef þeir sem eru að sannfæra fyrirtækinum að það sé sniðugt fyrir að taka fólk í vinnu með skerta starfsorku, að þá getur verið sniðugt að benda þeim á að þau með því að gera það þá eru þau að stuðla að aukinni samfélagsábyrgð sinni. Nú, það búið að gefa út sérstakar leiðbeiningar það hvernig fyrirtæki geta aukið þátt fatlaðra einstaklinga á vinnumarkaði og hvernig geta gert grein fyrir því sérstaklega í svona skýrslum. Þannig að það er eitthvað sem er mikilvægt að kynna sér. Að það er sérstakt verkefni í gangi með Evrópusambandsins og félagasamtaka aðalega með fötlanir
það hvernig megi taka sérstaklega á ýmsum þáttum sem að getum tengt samfélagsábyrgð fyrirtækja og þáttöku og aðgengi fatlaðra. Mér langaði að segja ykkur frá því að festa, við höfum farið í eitt svona tilraunaverkefni með Vinnumálastofnun, þar sem árið 2013 Vinnumálastofnun, Festa og ráðgjafarfyrirtækið Proactive fór á stað til þess að reyna að mynda verkefni sem að hvetur fyrirtæki til þess að taka frekar þátt í að taka til starfa fólk, í þessu tilfelli var það fólk sem hefði verið langtíma atvinnulaust. En eins og fram hefur komið þá það líka oft á tíðum hvort kemur undan eggið að hænan, stundum eru þeir sem eru búin að lengi atvinnulausir, jafnvel orðnir búnir að vinna með sér að koma áuna skerta starfsorku eða þó að það er undirliggjandi orsök. Þannig að þetta er tengt. Við fórum í samstarfsverkefni þar sem við reyndum að fá fyrirtækin til þess að taka fólk í vinnu og það voru ISS á Íslandi, Ölgerðin og Mjöll sem á þeim tíma tóku þátt í því verkefni. Fyrirtækin voru ánægð með verkefnið en það voru gríðarlega miklar áskoranir sem að aðstandandi verkefni sem stóðu frammi fyrir. Það sem ein af áskorunum sem við sáum það var það að það þurfti að þjálfa fólkið í fyrirtækjunum. Stjórnendurnir sem voru að taka á móti þessum einstaklingum höfðu ekki þekkingu, voru kannski feimnir eða fordómafullir eða hvað það var, en það þurfti einhvern veginn að sýna þeim fram á það með skýrum hætti að þetta væri nú alveg gerlegt. Og það er svona tel ég að þessi stuðningur, bæði stuðningur við þann sem er að fara að vinna, en líka stuðningur við fyrirtækin skiptir máli. Þess að kenna þeim bara, setja þetta upp með þeim með einföldum hætti, þetta er ekkert svona rosalega mikið máli eins og þið teljið. Og ef eitthvað fer úrskeiðis þá erum við til staðar til þess að grípa boltann ef hann fellur niður. Og ég fann að þetta var gríðarlega mikilvægt atriði. En því miður að þá er ég að segja eins og að þó svo að við hjá Festu höfum kannski það markmið að koma þess á stað að þá bar þetta ekki eins mikinn árangur allavega á þeim tíma eins og við ætluðum. Við heldum hreinlega að fyrirtæki myndu flykkjast að þessu verkefni og taka þátt í þessu með okkur. En ég held að sé rétt sem fram hefur komið að það er að halda áfram og finna leiðir. Við hættum ekkert, við notum Grímseyjar aðferðina, böngum upp á og höldum áfram. Því að þó að þetta úrræði hafi ekki gengið, þá höfum við að finna og taka lærdóm á því og halda áfram. Nú, mér langaði aðeins að segja ykkur frá öðru dæmi sem að ég rakst á nýlega, en það er hótel, því að það voru tilvílun að við erum að tala um hótel hér líka, en það er hótel parkinn í Höfðaborg, Suður-Afríku, þar sem að 28 af 93 starfsmönnum eru heyrnarskertir. Og þessir heyrnarskertu starfsmenn, þeir starfa í öllum deildum, þeir taka á móti viðskiptavinum og þeir eru í öllum störfum sem eru á þessu hóteli. Reynslan þeirra var að það tók langan tíma að þjálfa fólk upp og bæði fólki sem var að koma í þessi störf, en líka samstarfsfólkið og stjórnendurnir segja að ávinningurinn til lengri tími litið er meiri en kostnaðurinn. Þegar að vitnaði í einna starfsmönnunum sem er sá sem að bera ábyrgð á svona viðburðum á hótelinu sem er heyrnarskertur, að þá sagði hann, jú, það eru langflestir mjög skilningsríkir og við erum mjög góð að lesa af vörum, en það er þó alltaf einn og einn gestur sem að sýnur sig ekki skilning og þetta fer eitthvað í taugarnar á honum. En ég nefni þetta dæmi ekki síst vegna þess að ég held að við þurfum á svona dæmum að halda, ég held að við þurfum á dæminu með hóteli á Akureyri, vonandi höfum við dæmum fleiri heldur en bara úr hótelbransanum, til þess að sýna fram á það að þetta er gerlegt, að þetta er mögulegt. Þannig að ef við getum safnað þessum góðu dæmum, þá er það besta leiðin til þess að sannfæra stjórnendunum að taka þátt í verkefninu með okkur. En ég vil taka líka fram að þetta hótel, þeir gerðu samning, þú veit þessi alþjóðleg keðja, hún hafði að hluta til í eigu samtaka heyrnarlausra í Suður-Afríku. Nú, þetta var það sem ég langaði til að segja ykkur, segi gangi ykkur vel og vonandi hafa þessar hugmyndir nýst ykkur eins og það er mörgu hugmyndir sem ég fengi hér í dag mun nýtast mér. Takk fyrir.
Takk fyrir Ketill. Það er frábært að heyra að það sé ávinningur fyrir fyrirtæki að fara út fyrir þægindaramman, en jafnframt auðvitað áleitin spurning hvers vegna fyrirtæki eru ekki að flykkjast inn í svona verkefni eins og Ketill kynnti. En það er svona farið að síga á seinni hlutan hjá okkur, en næst ætlar hún Kolbrún Dögg sem er nemi í fötlunarfræði að flytja okkur hugleiðingu sem hún kallar Stevie Wonder skiptir starfsvettvang. Gjörðu svo vel Kolbrún Dögg. Í ár er áherslan á konur í listum. Talað það að það halli á konur í kvikmyndagerð hér á Íslandi? Vissulega. Hvað með fatlaðar konur? Við stöndum höllum fæti. Alltaf verið að tala það að eiga að styðja við þá sem standa höllum fæti. Ég sé þetta ekki alveg fyrir mér að standa höllum fæti. Er það vegna þess að við erum alltaf svo drukkin? Og þess vegna stöndum við höllum fæti og þess vegna þarf að styðja okkur sérstaklega. Stevie Wonder eða Stefán Undri, þvílíkir hæfileikar. Hann sló í gegn 12 ára. Semur lög og texta, syngur og spilar á flest hljóðfæri, útsetur og hefur stjórn á öllu. Ég fór að velta því fyrir mér daginn, þar sem að ég er með atvinnu mál fatlaðra á heilunum. Þetta er ekki hattur sem ég fekk lánaðan hjá Sigríði Klingeberg. Nei, ég bjó þennan hatt til sjálf úr ramma, en það er ekki ég sem eyðilagði rammaáætlun. Nei, ég bjó þennan hatt sjálf, sem sagt úr ljósmyndagjörningi sem hét Fullgild þáttaka og fjallaði vissulega atvinnumál líka. Ég er sem sagt með atvinnumál á heilunum. Ég er alltaf að lesa alls konar opinber gögn, skýrslur og reglugerðir og lög og lagagreinarnar eru farnar að vaksa út úr höfðinu á mér. Allavega öðru megin er lagagrein og hinu megin er fræðigrein sem ég stunda, fötlunarfræðin. Ekki nóg með það, heldur fuglar sestir að hugsun minni, bíða eftir að ég klári þessa blessuðu meistarritgerð. Kennarinn minn er alltaf að hvetja okkur að hugsa upphátt á blaði. Það er einmitt sem ég er búin að gera núna. Ég er búin að skrifa sögu sem heitir Stevie Wonder skiptir starfsvettvang. Stevie Wonder. What a wonderful man. What a wonderful talent. Er hann með skerta starfsgetu við að sinna sínu starfi sem tónlistarmaður, lagasmiður og söngvari og performer? Kemur skerðing hans, sem er sjónskerðing, hamlar hún honum að sinna sínu starfi. Ef Stevie Wonder væri að gera samning við plötuútfyrirtæki og framkvæmdastjóri plötuútfyrirtækisins sér að Stevie er með skerðingu,
blindur maður og vissi að öryrkjar ættu rétt á vinnusamningi þar sem Tryggingastofnun myndi endurgreiða fyrirtækinu 75% af laununum hans fyrsta árið og svo myndi endurgreiðslan lækka 10% árlega. Endurgreiðslan væri þá hugsuð sem stöðningur við vinnuveitandi, meðan að vinnuveitandi að koma Stevie inn í starfið. Stevie reyndar búinn að vinna í fjöldamörg ár sem tónlistarmaður án þess að vera vinnusamningu öryrkja. Núna talið þörf á að Stevie sé á vinnusamningi af því hann langar að gera plötu. Vinnusamningur líka hugsaður sem hlut af starfsendurhæfingu til að bæta starfsgetu og hæfni fatlaðs fólks. Þá verður starfsgeta eða hæfnin væntanlega meiri eftir sem á líður og í samræði við lækkun og endurgreiðslu launa. En ef fatlað fólk á vinnusamningi mjög lengi, í 12-15 ár, fatlað fólk þá í endurhæfingu alla sína starfshæfi? Ef Stevie Wonder byggja á Íslandi, væri hann á vinnusamningi öryrkja? Ef svarið já, af því það svo erfitt fyrir fatlað fólk að fá starf án þess að vera á vinnusamningi, það mætir til dæmis fordómum, eða vinnuveitandinn feiminn, eða starfsfólki. Og atvinnurekendur eru frekar tilbúnir ráða fólk með skerta starfsgetu ef þeir fá mótframlag frá ríkinu. Ef svarið hins vegar nei, Stevie Wonder færi ekki á vinnusamningi öryrkja ef hann byggja á Íslandi, það vegna þess að hann svo frægur og ríkur og þarf ekkert að vinna. Hann hefur ákveðið vald í krafti fræða sinnar og hæfileika og fólk efast ekkert hans hæfileika sem tónlistarmanns. Skerðing hans ekki sama sem merki að hann hafi skerta starfsgetu á þessu tiltekna sviði sem tónlistarmaður. Ef Stevie myndi vilja breyta starfsfangum, fara bara að vinna við eitthvað allt annað, eins og tónlist, til dæmis að keyra leigubíl, eða vinna við skúringar, þá myndi skerðing hans leiða til skerta starfsgetu á því sviði myndi ég halda. En hvað ef Stevie Wonder myndi þrá að vinna við þrif? Það væri bara hans ær og kýr, eins og til dæmis afi minn. Hans áhugamál var að þrífa. Hann og ditta heim, hann þreif miklu meir en amma, af því hún var slæm í bakinu meðal annars. Ok, gefum okkur það að Stevie vilji vinna við þrif og kannski hann bara vanur að þrífa heimilið sitt sjálfur. Þó svo ég með að sjá það fyrir mér að hann þrífi húsið sitt sjálfur. Já, ekki vegna þess að hann geta það, ekki vegna þess að ímynda mér bara húsið hans svo stórt, einhver risavilla í Hollywood. Og hann á ekki bara eitt hús, heldur mörg stór hús. En allavega, Stevie Wonder vill vinna við þrif. En þá segir kerfið, hann verður auðvitað að vera í starfi við hans hæfi. Þetta ekki bara dæmi staðalímyndir og fordóma sem við draugum upp ef við getum ekki séð fyrir okkur að karlmaður sem með sjónskerðingu að hann óski eftir að vinna við þrif? Af því að þrif eru láglaunastarf, ófaglærs fólks, þar sem í flestum tilfellum eru konur og útlendingar eða fólk af erlendum uppruna, bæði karlar og konur, sem vinna við slík störf á Íslandi. Stevie Wonder, ef hann væri búsettur hér á landi, þá myndi hann tilheyra tveimur minnihlutahópum, innflytjandi og fatlaður karlmaður. En Stevie Wonder vanur að þrífa heimi á sér og hefur þróað ákveðna aðferð við að skúra gólfin og telur sig bara vera hæfan að gegna slíku starfi. Hann með eigin bíl til þess að koma milli staða. Má hann keyra bíl? Nei, en hann með aðstoð, NPA, og aðstoðamaðurinn hans keyrir bílinn. Stevie Wonder ákveðan að prófa eitthvað nýtt. Hann var hundleiður á fræðinni og fannst það bara að vera búinn að semja alla þá tónlist sem hann langaði til að semja. Hann lét sig hverfa. Börnin farin að heiman, hann skilinn við konuna, klippti sig stutt, fór í gallabuxur og flíspeysu og strigaskó og tók upp sitt upprunalega nafn. Steveland Hardaway Morris. Hann hefur unnið við heimilsþrif hjá heimaþjónustu Reykjavíkurborgar í 2 ár og mjög vinsæll starfskraftur á meðal þjónustuþega vegna þess að Steveland spyr hvernig fólki sjálft vill að hann þrífi heimilið þeirra. Eða hvort að það vilji að hann aðstoði við að þrífa. Hann virkar sem sagt fólki með í friði og þannig eru fólk mjög virkir en ekki passífir þjónustuþegendur. Skerðing sama sem fötlun og fötlun þá sama sem öryrki
og eða sama sem skert starfsgeta. Þegar talað er skerta starfsgetu, þarf þá ekki að horfa til hvaða starfa fólk að vinna við. Er fólk með skerta starfsgetu bara við öll störf? Ég líti ekki á sjálfa mig með skerta starfsgetu ef ég væri að vinna til dæmis sem ráðgjafi hjá NPA-miðstöðinni. Það væri bara mjög jákvætt og kostur að vera með skerðingu í slíku starfi. En háskólaprófessor sem vinnur við fræðastörf og rannsóknir væri kannski með skerta starfsgetu að hann fer að vinna í fiski eða á sjó. Skert starfsgeta það sama á að vera með skert starfstrek eða starfsorku. Fatlað fólk mjög fjölbreyttur hópur. Skerðing ein og sér þarf ekki að hafa neitt með það. Já, og sumir upplifa sína starfsorku og heilsu bara mjög góða meðan aðrir gera það ekki. Skerðing ein og sér þarf ekki að hafa neitt með það að gera að fólk hafi ekki fullt vald eða hæfni á að sinna sínu starfi. Ég lít svo á að skert starfsgeta háð aðstæðum og afstæð. Fötlun verður til í víxtverkun fólks með skerðingu við umhverfið og hindranir sem geta hindra fólki að taka þátt í atvinnulífinu. With an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands, but just because record has a groove, don't make it in the groove. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Kolbrún. En þá fer að líða að lokum hjá okkur og áður en ég gef Bryndísi Snæbjörnsdóttur, formanni Landssamtakanna Þroskahjálpar, orðið til þess að loka orðið hérna, þá vil ég bara þakka kærlega fyrir mig og þetta frábæra málþing sem að hér hefur verið í dag og gjörðu svo vel, Bryndís. Já, komið öll sæl og blessuð. Mér langar að byrja á því að þakka þessum frábæru fyrirlesurum sem hafa komið hér fram í dag. Ég vil bara segja það að þetta með betri málþingu sem ég hef setið vegna þess að þetta einhvern veginn svona fullkomin blanda. Við fáum hér, þetta svona samsuða og mér finnst auðvitað að reynslusögurnar standa upp úr. Það skipta svo miklu máli til að opna glugga skilnings fyrir okkur sem erum að berjast í þessu málaflokki, fyrir fólki sem rekur fyrirtækin og þarf að sjá möguleikana og fyrir annað fatlað fólk sem situr heima og sér ekki möguleika og þarf hvatning og uppörfun til þess að sækjast eftir því að komast í vinnu. Síðan auðvitað mikilvægt að fá upplýsingar úr fræðasamfélaginu varðandi hvernig málin standa bæði hér á Íslandi og erlendis og mér fannst mjög áhugavert þar sem að Stefán kom inn á varðandi stöðu Íslands og auðvitað var ég mjög slegin að heyra stöðu fólks með þroskahömlun á vinnumarkaði en þessar upplýsingar kom ekki á óvart en það alltaf eins og þegar maður fær þetta svona svart á hvítu svona upplýsingar þá þetta alltaf svolítið kjaftsögn og brýning til okkar hjá Landssamtökunum Þroskahjálp að við verðum að gera betur, svo miklu betur í að berjast fyrir þennan hóp og að þetta fólk eigi möguleika á þátttöku í samfélaginu og geta unnið og verið virt eins og við öll. Síðan fáum við þarna sjónarmið frá þjónustu apparatinu, ef við getum kallað það svo, frá Vinnumálastofnun og eins frá sveitarfélögunum sem að þessum tveimur stofnunum eða aðilum hefur nú ekki alltaf alveg gengið vel að ganga í takt en telja sig þó báðir ganga beint eins og kom fram
Og það kannski okkar sem erum að berjast fyrir hagsmunum fólks með skerta starfsgetu að hjálpa þeim að hanna brýtnar svo að það verði ekki svona klúðuslegar eins og myndinni hjá Tryggva. Við erum nefnilega fólk með skerta starfsgetu sjálft og fatlað fólk bara dálítið gott sjálft í að aðstofa með svona hluti. Þannig að endilega biðji hjálp ef þið þurfið. Og mér fannst líka að fá þetta innlegg frá henni Helgu í Hringsjá hvað verið að gera til að efla fólk til sjálfshjálpar að mennta fólk og koma því af stað til lífið. Þetta svo mikilvægt og það víða verið að gera þetta en það mætti vera svo miklu meira og mig langar nú til dæmis að minna sérstaklega á spesialistinni sem mjög skemmtilegt verkefni sem vinnur með fólk með einhverfu varðandi þessa þætti að koma þeim í virkni og kynna þá út í atvinnulífi og reyna að finna störf og leiðir og lausnir. Og síðan kom Ketill með þessa samfélagslegu sýn sem ég held að skipti mjög miklu máli og þar komum við aftur á þessu hlutverki okkar sem einhvern veginn eru með þeim ósköpum gerð að hafa þetta sérstöku áhuga máli, ef má segja svo og sum okkar geta haft þetta sem vinnu og önnur ekki, að berjast fyrir þessum réttindum til sjálfsögðrar þáttöku allra borgarana óháð því hvort þeir búa við skerðingar eða ekki, að það skiptir svo miklu máli hvernig við mætum til dæmis atvinnureikendum, hvernig við komum á mótsöða til að sýna þeim fram á, því við vitum öll í hjarta okkar að þetta hefur ávinning á öllum sviðum, ekki bara einhverjum siðferðissviðum, samfélags eitthvað, heldur þetta líka markaðslega vænt og við þurfum svolítið að vera duglegri að koma því á framfæri til sem sagt atvinnureikenda, hvað þetta mikilvægt og mér svona þessi stendur upp úr eftir daginn, það þetta sem kom fram hjá henni Sigrúnu, hún sagði hún væri ekki feimin. Það var ekki ástæðan, hún hins vegar hafði ákveðnar áhyggjur varðandi starfsumhverfi sem hún bauð upp á, það var ekki boðlegt, sem bara mjög skiljanlegt og þá komum við að því að það sem ég held að liggi svo í loftinu og við þurfum einhvern veginn að útrýma til þess að ná betri árangri í að virka alla og það þessi ótti. Það þessi ótti við þetta óþekkta, við vitum hvað við höfum, við vitum alveg hvernig, ef við bara höfum svona einhverja eina línu í því hvernig við ráðum starfsfólk, þá vitum við hvað við erum að gera. Þannig að okkar hlutverk, og ég vil brýna ykkur öll, góðu gesti, til að fara núna út og tala fyrir því hvað það frábært að hafa alls konar fólk í vinnu. Tölum fyrir fjölbreytileikanum, tölum fyrir samfélagi samskipunar, þar sem að allir taka þátt. Og mér langar að slíta þessu málþingi með því að vitna í orð ungs manns sem að talaði á ráðstefnu atvinnumál einhverra í mars. Hann var lengi búinn að vera atvinnulaus og hann fór til spesialistina sem aðstoða hann og hann fekk vinnu og gengur bara vel. Hann var búinn að hrasa víða í atvinnulífinu áður, lenda í svona árekstrum á vinnustað og missa vinnuna og vera atvinnulaus. Og hann sagði, það bara ömurlegt að vera atvinnulaus. Það ömurlegt fyrir alla, hvort sem að þú ert með skerta starfsgetu eða ekki, þá það bara þannig að það ömurlegt að vera atvinnulaus. Það nefnilega þannig að ef maður atvinnulaus, þetta hans orð, þá sagði hann, þá verður maður feitur, þá verður maður þunglindur og ekki síðast en ekki síst, auralaus. Hver vill það? Þannig að ég held að það sé svo mikilvægt í þessum skilningi átt okkur á því að hvort sem að fólk býr við skerta starfsgetu eða ekki, hvort sem að þú ert öryrki eða ekki, þá langar engan að vera auralaus, þunglindur að því að hann situr bara heima og ekki neinni virkni og sinnir hvorki sér eða sínum að neinu viti og fer bara að bæta á sig kílóum eða hórastu, það getur verið hvora áttina sem Þetta jafnt við okkur öll, sem þetta sameiginlegt samfélagslegt verkefni okkar alla að vinna í að breyta þessu, fjölga störfum og möguleikum. Takk fyrir ég segið málþinginu slíka. Mig langar áður en þið farið, þá var ég beðin að minna og á morgun þá hlutverk með opna kynningadaga en hlutverk
samstarfsvettvangur, sem sagt svona verndara vinnustæðar, ekki kalla verndaði vinnustæðar, það er eitthvað önnur orð notuð yfir þetta og þið getið vinnu- og verkþjálfunar og þið getið farið inn á Facebook og opna síðu hlutverks og skoða auglýsingarnar hvaða staðir eru opnir og klukkan hvað. Þetta er á morgun og þetta er mjög spennandi. Ég hvet ykkur til að kíkja í heimsókn á þessa staði. Þetta er út allt land. Til dæmis á Siglufirði sá ég. Takk.